Já, velkomin að Rauðaborðinu. Nú eru það fréttir samstörun eins og við gerum núna meðan að fótboltinn rúllar á RÚV að þá byrjum við fréttir á slaginu 7 hér á samstöðunni. Reyndar ekki á slaginu 7 í kvöld, það var smá senkun en það kemur ekki að sök. Sigurjón Magnús og María Lilja eru hérna hjá mér. Þannig að aðalfrétt dagsins tvímælalaust lok þingsins. Þingið er farið heim. Við erum með hérna eina fyrirsögn sem veiðigjaldsumræðunni lokið, það var kosið það í dag eftir smáveginn og það Sigmundur Davíð segir að máli verði ríkisstjórnin að falli. Hafið trú á því? Ég þá kannski hinn veginn að því að þeir drógu mikið í land. Já. Mér finnst það ríkisstjórnin beitir þarna 71. greininni. En leið þá hlusta þeir þannig í lokin á sjávarbyggðirnar og fleira og draga það úr gjaldtökunni núna. Hún minni, þetta náttúrulega vera. Það komið í þrepum, það kemur bara hluti núna, aðeins meira næsta ári og svo meira á 3. árinu og með einhverju svona að það verði tækifæri til að skoða áhrifin betur og fleira. Þannig að þetta eiginlega sigur stjórnarandstöðunar. Já. Ríkisstjórnin gefst upp reyndar með því að stöðva umræðina og bakka svo með eitthvað sem við vorum margbúin að segja ekki gert til að kaupa sér eitthvað frið eða eitthvað, ég veit ekki. Þetta sigur stjórnarandstöðunar ekki síður en ríkisstjórnarinnar. Það vantar allavega ekki stóru orðin. Guðrún Hafsteinsdóttir, hún talaði að þetta væri leikrit og sviðsetning og þau svona keftust að koma hann í ræðustól og lýsa yfir bara hreinum og klárum viðbjóði með þetta lýðskrum sem hefði átt sér stað þarna. Eins og þetta horfir mér, þá kannski leikritið ekki síst þeirra megin. Stjórnarandstöðu megin? Já. Það skipta máli ef það beitt þessu kjarnorku ákvæði eins og það kallað að slökkva umræðinni eftir 160 klukkutíma eða eitthvað. Hvað var það margar ræður? Þú varst alltaf að telja það? Í annar umræði, þetta samtal þegar þetta vel yfir 3000 heldur. Þau taka það sem myndum að segja eitthvað svona sársauki. En lúffar svo fyrir stjórnarandstöðunni, þannig að raunverulega fær hún því að hún hafði lagt til þarna sem að Sigurður Ingi kjaftaði frá þarna í einhverjum fréttatíma og Kristrún vitnaði svo til að sem var frumvarp stjórnarandstöðunnar sem hafði komið í brúnu umslagi. Það var eiginlega svona. Tillögur sem hann með, þær eru bara konar í svona grafíska útfærslu á framsókn.is. Það er þetta að lesa, þeir eru búin að gera bara bækling þetta. Þannig að mér finnst ríkisstjórnin hafi gefið á mikið eftir að því hún hafði það stóran hluta þjóðarinnar með sér. Og þannig að kannski er allir að tapa. Stjórnarandstaðan og sjóðin mest. Þetta bara gengur saman út í leiðina bara. Sjóðin mest að hafa ekki þing sem ekki getur afgreitt. Já, við förum betur við það eftir hvaða afleiðingar þetta búið að hafa á önnum mál. Hefðu þið mátt bremsa þetta hraðar? Bara bæta sig ákvæðið þá hraðarast fyrr. Það kemur seinna í þáttinn Ólafur Þór Harðarson sem mikill talsmaður þess að þetta væri notað. Hann búin að vera að tala í mörg ára þetta málþóf í íslenska þinginu. Ég held að hann sé talsmaður þess sem að þú ert að nefna að þetta hefur gert það miklu fyrr. Þá hefur kannski ekki þurft að gefa svona mikinn afslátt af svona upprunalega málinu sem lagt það fram. Þá svigrúm við meira. Alveg eins og þegar bókun 35, við munum eitthvað málþófunu þar, að það var bara miðflokkurinn. Örfáir fóru bara alltaf ráðlums, alltaf aftur og það var metið í málþófi þar til að þetta kom. Einhverjir lítill þingflokkur. Voru bara einir. Voru alltaf eins og við varum bara í þingflokk og ég þakka Sigurjóni fyrirspurnina. Það er ótrúlega tekið. Næsta frétt, fjármálaáætlun samþykkt. Og það talandi við dramatísera yfir sig. Eiríkur Bergmann notaði það orð að líklega hefðu allir í þinginu dramatíserað yfir sig og með það góðu lýsingu. Þarna var verið að afgreiða fjármálaáætlun sem var nú eiginlega svona fyrir séð. Og Guð minn almáttugur, það Guðlaugur Þór sem á þessa
Já, hann segir, hann talar Guðmund Almáttur en hann hlakkar nú samt til að hérna starfa í fjárlaganefnd. En hann viðrar samt þessar áhyggjur að þessi áætlun standist ekki, bara svona í ljósi þess að inn í henni eru ekki þessi fjárútlát í hernað eða sérst varnarmál. Þannig að það þurfur reynilega að vinna þetta upp á nýtt. Mér finnst að það sem ég sá þarna að sko formar og varaformaður Sjálfstæðisflokksins hafa mjög takmarkað þingreynslu. Guðlaugur Þór Þórðarson hefur mjög mikla og mér fannst hann, sko það sem hann var að tala þetta, mikið dýpra og benda á ákveðna punkta, mikið betur. Meinarðu að þetta hefði verið illa undirbúið og eitthvað svona? Já, hjá stjórnarandstöðinni. Hann var að benda á svoleiðis hluti að þetta hefði ekki verið reiknað. Já. Hann var mikið í svona tæknilega, þetta hefði verið tækni en hann er reyna að koma í svona út að þessi ríkisstjórn sé bara ekki, hún sé hálf vanhæf sko. Hún sé bara reynslulaus og undirbúið málin illa, þetta sé vanhugsað. Með það vera svona hans taktík sko. Já. Hann hjó betur frá sér heldur en hinn gerði. En er þetta ekki rétt sem hann er að segja með þessa landsframleiðslu? Hún sé ekki í varnarmálin hvað er þetta, 1,5% sem á að fara að vergri það er fyrir 1935 sko. Já, ok, þannig að þetta skiptir 2035 Já, þannig að það kemur í rauninni ekki að sök í þessari tilteknu skýrslu. En mér finnst eiginlega enginn vera svona sangjarn í umræðinu þarna niðri í þingi. Ég var ekki að segja það. Ég var að segja svona hann var beittastur. En af því að þú varst að tala þetta með reynsluleysi formanns formanns og varaformanns en þá var Guðrún Hafsteinsdóttir hitti Kristrúnu í meðal annars á Sprengisandi og hefur verið mikið alveg frá föstudeginum þá hefur verið svona lína frá Valhöll að láta það líta þannig út að ástæðan fyrir þetta vandamál væri í þinginu væri að Kristrúnu Frostadóttir skorti bara forystuhæfileika og hún væri, það vantaði ekki hana helvítis greindina eins og sagt og hún væri rosa klár, þetta væri dúks og eins og ofurgreint fólk þá hefur það enga þolinmæði fyrir öðru fólki og það var eiginlega hennar vandamála þess að kynni hún ekki að vera þarna að bera smjör á milli og þetta allt saman þeirri þarf að gera. Það er svolítið verið línan sem var bara send frá Morgunblaðinu og Valhöll og hún hefur sagað Kristrúnu dómgreindarskort og það var ástæðan fyrir þessu. Haldið þetta virki á þjóðina? Kristrún er mjög vinsæl, þannig að nei, eflaust ekki. Eitthvað lítur að, ég veit það ekki, en þeir eru búin að hættir allir svona Ingu Sæland og flokki fólksins og þeir eru bara farin í fóringja sjálfan. Það var bara sverta hana eins mögulegt er. Og búin að fara í millitíðinni í Viðreisn, allt þetta tala skattahækkanir, að tala að veiðigjaldið væri bara enn eitt skattafrumvarpi frá Samfylkingunni og allt þetta. Þetta var allt inn í Viðreisn sem átti að láta Viðreisn gefast upp. Þannig að þeir voru mjög ákveðni í svona gagnrýni frá hægri á ríkisstjórnina sem að var augljóslega í vonum að Viðreisn myndi einhvern veginn gefast upp. Kantu annan, ég held að sé svo gott samband milli Þorgerðar Katrínar og Kristrúnar að það er ekkert einhver gulli eða einhver hreyfrektu því. En nú talar þetta þetta sé dómgreindabrestur hjá Kristrúna hafi ekki brugðist við þessari orðræðu ráðherranna, Ingu Sæland og hans hvað heitir hann barnamálaráðherra? Guðmundur Ingi. Hann er 70 ára í dag held ég. Sem hann talaði um valdarán. Ég meina, er þetta ekki ómikið móðgun ekki? Svo það sem Inga segir að það verið friðsamleg stjórnarskipti í okkar heimsluta en í öðru löndum að þá eru þau ekki friðsum að þá eru gamla stjórnin leitt út fyrir húsök og skotin og hún var ekki, þá láta þau eins og að Inga hafi verið að leggja til að þau eru leitt undir vegg og skotin, það er ekki alveg þannig. Nei, svo líka gáða því að hún er alltaf að skjóta einhvern, hún er lögblind konan það gæti ekki endað vel. En það er verið að tala að þetta gæti leitt til mikill átaka í þinginu langa framtíð og það var Hildur, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins. Hún segir að Þórunn þingforseti sé forseti meirihlutans ekki alls þingsins. Já, og talar trúnaðarbrest.
það hlýtur að vera alvarlegt en ég meina en trúnaðarbresturinn sko að hvað leiti velta maður fyrir sér því að ég meina ef að einhver lag upplýsingum og var til þess að það brast þarna einhver trúnaður þá var það Sigurður Ingi ekki satt sem að ég svona sagði frá einhverjum leynifundum og svo það auðvitað sko ég veit ekki, ég meina þessi grein til sko og það allir mjög meðvitaður hana ég veit ekki hvað trúnaður einhvern veginn brostin sko einmitt, þetta var taka sér stöðu. Ein móðgunarkynnin var það að allt í einu verður upp í fótur og fit af því að starfsmenn þingflokks fólksins höfðu spurt þetta ákvæði fyrir nokkru vikum bara það leiti þegar frumvarpið lagt fram eðlilega, menn vilja bara vita og ég meina menn eru bara óreyndir og fleira. Heimir Már hefði nú geta bara googlað þetta sko en ég meina það eru starfsmenn í þinginu til að svara þessu. Jú. Og það var með það svona dæmi að menn voru svona hneykslaðir. Herðu, ræða sem að vakti athygli í dag var kom frá Miðflokknum. Já. Sem að kom þingmaður upp og þagði. Já, Karl Gauti Hjaltason Hlustar á þessu ræðu? Nei, en þá var ég undirbúinu sundi hér einhver kallaði úr salnum að þetta væri besta ræðan sem hefði komið frá stjórnarandstöðunni þurfum við ekki að reyna að skilja hana? Nei, svo bara gert grín að manninum á samfélagsmiðlum og hann hefði átt að byrja á þessu fyrir og já, þetta er svo óheppilegt kannski að því að þjóðin er auðvitað orðið mjög þreytt á þessu málþófi ég held að þjóðin hafi engan húmor fyrir þessu sko engum þótt þetta töff nema kannski honum á leiðinu upp sko. Svo rann upp fyrir honum þetta var en þetta spilar einmitt inn í þessa dramatíseringu sko. það er allir, þú veist þetta er einmitt þetta er orðið svona eitthvað sjóf það gat ekki bakka út úr popp á þingpöllunum og bara svona hvað næst en kannski er frétt dagsins svo að ríkisstjórnin bakkar ekki bara með stóra hluta af veiðigjaldafrumvarpinu heldur bakkar og með bara hellingamálum og við tókum saman bara svona nokkur og ef við fáum þessi skilti sem ég kalla þetta kirkjugarður ríkisstjórnarinnar þar sem að málum í jarða það er náttúrulega strandveiði í frumvarpið það dagar uppi og ég man ekki betur en að þá er spurningun ósvarað skilst mér hvort að það veri aukið þessi 1000 tonn það er talað að verði reglugerð en ég manni til dæmis viðtalið var ekki bara hér við Lilju Rafni þar sem hefur þú ekki náð bara meiru fram í flokki fólksins heldur náður allan tíman í VFG þú hefur fengið grásleppina burt strandveiðina og veiðigjöldin þannig hún valla að fá veiðigjöldin hún fekk grásleppina en hún ekki að fá strandveiðina þannig að það er svona eitthvað og eins og Sigurjón Þórðarsson sem hefur lagt mikla áherslu á þetta. Þau tvö eru mjög ákveðin í sínum málflutningi. En þau eru ekki að landa nema kannski þriðjungnum af því sem ætluð sér. Svo er það. Og ég sem að Lilja Rafni, hún er búin að slengja þingi, þannig ég oft tala við hana, en hún er svo fylgin sér og ég held hún þoli ekkert neitt afslátt af einhverju sem henni þykir. Hún er búin að gefa núna. Já, ég segi það. Ábyggilega gegn vilja sínum eða veist. Þannig hún er alveg fógreið á leiðinni á Súganda núna. Já. Herðu, annað mál. En ég gangi vel að keyra vestur samt. Næsta mál, það er almannatryggingar. Já. Og manstu þegar að Inga Sæland var satt hjá okkur. Og hún sagði sjáu þið bara til í haust þegar almannatryggingarlögin verða komin í gegn. Að þá mun okkar fólk uppskýra því við vorum að rukka hana 450.000 skerningar og skattalaust hún er bara ekki að fá hún var mjög ákveðin sagðist ekki geta svara okkur nákvæmlega vegna þess að máli væri í vinnslu en við myndum sjá það strax eftir þá helgi maður setur þessu Já, það er svona svolítið það er ákveðin þráður í þessum kirkjugarði að þetta eru málflokks fólksins Ég held að kannski vegna þess að flokkur fólksins var með mörg mál og lagði mikið undir. Samfylkingin var ekki með mörg mál. Það verður bara að segjast.
Viðreisn var náttúrulega með fjárlögin og hérna búvörulögin og veiðigjöldin og Viðreisn að fá svona slatta, hún fekk hérna náttúrulega þeir urðu að afgreiða fjármálaáætlun. En Viðreisn fær eitthvað, en eins og Flokkur fólksins sé að fá bara allra minnst. Sko. Já, ég held það líka. Og kannski það þeirna veikur. Þetta voru almannatryggingar og síðan hérna, og þá held ég að við erum að hafa eitt í huga. Af hverju vill Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur og Framsóknarflokkurinn ekki afgreiða frumvarp? Vilja þau bara ekki að öryrkjar fái... Það hefur nú verið, Smári hefur ekki nú verið sko hingað til sko. Já, ok, við erum bara að hafa í huga. Annað mál sem er bókun 35 sem að síðasta ríkisstjórn lagði líka fram og hraktist í burtu með frá hérna málþófi Miðflokksins. Já. Það var lagt fram aftur núna, myndi maður ætla að allur þingheimur hafi verið sammála, nema Miðflokkurinn, samt verið ekki í gegn. Nei. Takk fyrir það. Já, ég maður búin að velta fyrir sér af hverju ósköpunum var þetta ekki afgreitt þá áður en að var færið í ykkur umræðum veiðigjöldin. Ég er búin að hugsa þetta. Ég skil það ekki. Gátt ekki bara byrjað veiðigjöldin bara í júlí eða eitthvað. Og ekki hægt að vera í, sko, ekki hægt að afgreiða svona frumvörp, ég meina þegar þau eru komin í gegnum fyrsta, aðra og þriðju bara í svona einhverjum kvelli, bara í hérna atkvæðagreiðslu. En ef það önnur umræða, þá þarf að senda aftur til nefndar og ég vil kalla fyrir gestu, það bara tíminn út runnin sko. Þau reyndu þarna að setja inn nokkur mál sem afgreiddu og svo settu þau til dæmis strandveiði frumvarpið og það bara eftir 4 tíma þá kom hérna ráðherrann upp og sagði nú bara að byrja málþófið. Þannig einhver leyti held ég að þau hafi búist við í að til dæmis bóku 35 Miðflokkurinn myndi fara í málþóf. Strandveiðina, það var eiginlega að byrja málþóf þar. Þannig það eru svona nokkur mál á inni sem eru bara sem að stjórnarandstaðan ætlaði að mæta með málþófi. En við fáum hérna næsta mál sem Flokkur fólksins hlýtur að gráta. Samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Já, þetta er alveg reynd ótrúlegt að hafa ekki farið í gegn. Alveg ótrúlegt og getum ekki svo sýnt sóma okkar í þessu að standa okkur í þessu mál. Nei, Sjálfstæðisflokkur bara vill þetta ekki. Nei, ég veit það. Hann vill ekki auki réttindi. Sko, hann var kosin út af sviðinu, sko. En samt hann að ráða bara mjög miklu. En við bara svona bussi frá því þá, bara, hvers vegna í ósköpunum var þetta ekki lagt fyrir upphafi þings og bara klára. Þetta er eitt af þeim málum sem að hefur bara staðið einhvern veginn og bara frammi fyrir þinginu í mörg ár. Ég man ekki í hvað skipt þetta er sem þið er lagt fram sko. Þetta er margsins búið að leggja þetta fram. Þannig að þetta er með nýrri ríkisstjórn eins og okkur lítist vel á hana svona allt önnur ásýnd að þetta er samt þekktur farvegur. Og ég held að sko að þú sagðir hérna Sjálfstæðisflokkur var kosið burt. Sjálfstæðisflokkur lítur ekki svo á það. Hann var kannski kosið burt tímabundið en hérna þeir sem við erum að vinna fyrir eiga að halda áfram að ráða. Við SFS hefur neitunarvald á Alþingi og við verðum að verja það því ef að SFS og auðvaldi hefur ekki neitunarvald á Alþingi þá fer Ísland bara í hund og kött og bara í tómt vesinn. Er þau svona halda áfram? Það eru húsaleigulög. Já, þú þekkir það. Já, hérna þetta til dæmis held ég að Ragnar Þór hafi lagt áherslu á. Hann er að vinna með Ingu Sæland, þetta kemur frá Ingu Sæland, breyttu húsnæðismálum og þarna átti að koma inn smá réttabætur, ekki veigamiklar til hérna leigjanda. Og þannig líka náttúrulega Ásta Lóa sem er búin að vera mikið í þessu, við ekki glemma henni. Hún hefur reyndar meira verið svona hérna kaupenda og skuldara megin, þeir sem eru kaupendur á húsnæði, því við erum fáið leigjendur á þingi. Það eiga allir húsnæði á þingi. Já, 1 eða 2 sem er húsnæði. Það var ekki einhvern tíma. Sumir eiga til skiptana. Já. Og ég man eftir að í síðustu ríkisstjórn, þá var þetta samþykkt í hérna lífskjarasamningunum. Að bæta aðeins réttindi leigjenda. Þetta var fellt að náði aldrei í gegn vegna andstöðu Sjálfstæðisflokksins. Ég man að Ásmundur Einar sagði eitt við mig, ég spurði hann hver var það sem stoppaði þetta og bent hann á Guðlaug Þór, hittust einhverstar. En núna er ekki Guðlaug Þór, nú er ekki Sjálfstæðisflokkurinn í ríkisstjórn. Af hverju þá geta náðu sig í gegn? Sem er sko loforð frá Guðm að vita hvenær sko, 2017 eða eitthvað. Þeir kunna bara þetta að vera fyrir það bara, við sjáum það brotlu. Næsta mál úr kirkjugarði ríkisstjórnarinnar, búvörulög.
Þið muni eftir þessu að það var breytt búvörulögunum síðasta sem var reynda dæmd ólögleg í undirrétti en Hæstiréttur síðan hafnaði því. Já, það er að samkeppnin tekin í burt. Það muniði viðbrögð viðreisnar, samfélkingarinnar við þessari breytingu. Og ef það eru svona ósátt við þessa breytingu sem var gerð í síðasta kjörtímabili, af hverju lagar þetta ekki? Það er ekki trist sér til að fara með þetta með stjórnarandstöðuna á móti sér og tíminn bara 23 stigi hiti og allt þetta, það er bara, ég held að það sé bara þannig, það er bara að finna það að þau muni ekki ná þessi. Þá erum við náttúrulega bara með stjórnarfar þar sem ekki að náðin í gegnum þingið. Hvað er þetta fólk að gera í vinnunni þá? Já, þetta hindra svo margt. Við halda áfram, fjölmiðlalög. Logi ætlaði að koma og laga þau, kannski ekki stórvægilegt mál, en það... Er það komið í gegn? Nei, það er bara dó. Það dó, já. Þannig að hann verður að endurræsa það, þannig að nú verður útlutað aftur, moggin græðir einhver 1% eða 2%. Það var hugmyndin hjá honum að var að hækka þakið af því að Morgunblaðið og Sýn hafa fengið meirinn helmingin að þessu. Þannig að hugmyndin var að lækka aðeins hvað þessu stæðsti fær, sem er bara mjög til þess í takt við hvernig fjölmiðlar eru styrktir í Noregi, þar sem er meiri áhersla lögð á að styrkja númer 2 heldur en númer 1. Annað er sem tengist raforkuheildsölu, það er líka dó, þetta kemur frá honum Jóhanni Páli. Þetta er ekki málið þar sem er verið að tryggja almenningi hækkun á raforkuverði leiði til hækkuna til almennings. Það á að veist að vera vinnslu. Þetta snýst það að ná aðeins hömlum á bara viltum, stjórnlausum og klikkuðum markaði í heildsölu raforku sem var einhvern veginn sett í gang með því að innleiða Evrópureglunar raforkusölu sem eru bara tóm vitleysa og verður að setja ykkur hömlur á. Þetta dó. Ef að taka meira? Já. Afturköllun alþjóðlegra verndar, þetta er mál sem að dómsmálaráðherrann lagði áherslu á. Já, hún er búin að tala mikið þetta og hún fer mikið ná samskiptamýrum, hún hefur gert núna undanfarið þar sem hún tala mikið um þetta. Ég meina, það er bara mjög margt að þessu. En þetta er eitt af þessum málum sem að komst ekki í gegn, en maður hefði haldið því að þetta er talar inn í málflutning stjórnarandstöðunnar. Ég get alveg sagt að Miðflokkurinn er ekki á móti þessu, Sjálfstæðisflokkurinn er ekki á móti þessu og Framsókn er ekki á móti þessu. Af hverju fer þetta þá ekki í gegn? Einmitt. Þau eru farin að tala gegn eigin samfæringu. Annað mál sem kemur, það er leigubíla. Við kannast við að það var breytt lögunum, Sigurður Ingi gerði það og hann kvartar sjálfur yfir því að framkvæmdin hefur verið öðruvísi og til að ætla að fara að laga þetta. Allir flokkar sammála með að laga þetta. Lagt fram frumvarp. En það er ekki afgreitt. Nei. Akkur. Við erum alltaf að spyrja því, akkur. Af hverju? Annað mál sem þetta fólk þarf að tala svo mikið allt og það er bara ástíminn sem er komin og svona. Þetta er bara erfitt. Þetta er öllum að kenna. En þetta er, þegar maður er eitthvað í vinnu og maður er með hálfklárað hangandi verk, þá fer maður ekki sumafrí. Það er nú bara þannig á vinnumarkaði. Maður klárar að vaska upp einmitt, maður gengur ekki út úr eldhúsinu með svona hálffúlan vask. Maður klárar, En þau eru náttúrulega, það komin, hvað er þetta, 14. júlí? Það er 14. júlí í dag, já. Já, þannig að júlí er hálfnaður og það er svona, ég veit að... Ég meina, nýtt þing byrjar ekki fyrir 9. september, þannig að ég meina þau hafa þetta nokkra mánuði til þess að klára hreinlega það sem er út af stendur. Alltaf það sem eru öll saman Já, ég er ekki að verja þetta. Hættu nú að verja þetta. Það finnir ykkur skýringar á þessu. Þetta er, ég veit ekki, mér þetta er ósómi að svo er máli bara dautt og byrjar á byrjunar. Þú þarf að byrja aftur upp á nýtt. Bara eins og slönguspilin, aftur á byrjunar. Annað, ég ætla að taka eitt dæmi sem eru sjúkratryggingar. Þetta var eitthvað sára einfalt mál, þetta er svona gert að beiðni sjúkratrygginga, snýst eitthvað aðgerðir í útlöndum, hvernig fjármögnun af því sem að þú skiptir hellinga máli sem að þarf að fara, það er bara að laga aðeins lögin til þess að kerfið virki betur. Já, þetta er svona þegar maður flytur heim og að við tekum þetta 6 mánaða. Nei, þetta er út af aðgerðum erlendis sem að allir eru sammála um þetta, en samt næri þetta ekki í gegn. Herðu, ég ætla að enda því að þetta heitir Kirkjugarður ríkisstjórnarinnar, þessi dagskrárliður.
það kirkjugarðana. Það var frumvarp kirkjugarða. Já. Þeir náðu því ekki heldur í gegn. Ég held reyndar að hafi verið ágreiningur þetta. Vitið hvað þetta frumvarp er? Er þetta strompin þarna? Nei. Þetta er húsalegu, þannig að þegar þú deyrð og ert geymd í líkhúsi, að líkhúsi megi rukka leigu á skúffuna. En má maður ekki farið svona bara þó maður sé ekki dáinn? Já, ekki svona box. Það eru svona hótel í Japan. Já, það að fara að byggja þetta í skipholtinu, las ég ekstar í fjölmiðlum þeim. En þetta er bara fínt. Þetta var yfirferði yfir kirkjugarð ríkisstjórnarinnar, en raunverulega gætum við gert þetta aftur á morgun því að ég tók bara ég flytti bara aðeins því að þetta var alveg rosalegt að sjá þetta hvað einhver vinna sem að fer hvað er erfitt að koma ykkur í gegnum þingið og það kannski eftir að ræða aðeins við Ólaf Þ. Harðarson sem kemur á eftir. Herðu, en það eru fréttir, það eru úrsöla vond. Og fá þingforsetan líka, það er gott að fá þingforsetan í viðtal, við verðum að reyna það, hún geti skýrt út fyrir okkur. Ok, herðu, það eru fréttir, Úrsula von der Leyen, hún er leiðin til landsins, það voru mótmæli á Austurvelli í dag, mótmæli þessu. Og hvað er hún að gera hingað? Ég veit ekki. Hún er til þess að ræða eitthvað við hvað heitir þetta, svona björgunarsveitir og skoða viðbragðs eitthvað í Grindavík, en svo er hún að fara og svo er eitthvað hernaðar, eitthvað svona varnar uppbyggingar samtal. Það verður að mótmæla henni vegna þess að hún hefur verið harðasti stuðningsmaður þjóðarmorðsins og Gaza. Já. Það verður bara að segja þessu. Hún er það. Og ég er alveg sammála því að mér finnst ekki að vera að bjóða svona fólki. Ég var að velta fyrir mig daginn þegar ég var eitthvað að hlusta á Stefán Einar sem er mikill stuðningsmaður þjóðarmorðs. Var eitthvað að belgja sig út og þess að er þetta í lagi sko. Og eins og í Morgunblaðið og svona kemur út til allra heimila sem er bara stuðningur á þjóðarmorði. Ég meina það kemur á skuldadögum og einhvern daginn, svona alveg svo með Núrnberg réttarhöldin á sínum tíma, þá verða önnur eins og það verður annar eins uppgjör og ég meina þetta fólk skal þá bara standa þarna og svara. En sömuleyti finnst mér þetta uppgjör að byrja því. Mér finnst vera annar svona tónn til dæmis bara í New York Times. Mér finnst það er hellinga svona liði hér og þar heimi sem hafa verið mjög hatrami sem er bara að snúa sér. Þess að þetta er óverjandi. Þetta ástand þarna í Palestínu er algjörlega óverjandi. Þetta er klára viðbjóður. Og skömm sé fólksins sem reynir að verja það. Herðu, það er ein fyrirsögn. Segja að fagfólk í heilbrigðisþjónustu hafa varað við ástandinu árum saman. Þetta eru formenn allra félaga. Já, hjúkrunarfræðinga og sjúkraliðana og lækna og ljósmæðra. Sem gjófu frá sér þessa sameiginlegu yfirlýsingu að bregðast við skýrslu ríkisendurskoðandana. Mórallinn hafi verið svona, flýtur menn ekki sekkur. Algjör kæruleysi, bara keyrt áfram og svo er bara skipið sökkva núna. Og þá kalla þau eftir björgunarhringjum, en þetta er alveg galin staða sem þetta er í. Þetta er Helga Rósa Másdóttir, formaður Félags íslenska hjúkrunarfræðinga, Sandra B. Franks, formaður Sjúkraliða Félags Íslands, Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélagsins og Unnur Berglind Friðriksdóttir, formaður Ljósmæðrafélagsins. Það er að koma á morgun, það er tvær síðastnefndu og við ætlum að tala þetta. Við höfum oft talað þetta við rauðaborðið. Við fengjum mikið fagstéttirnar til þess að greina svona ástandið og þetta er alveg rétt sem að segja að það er ekkert nýtt í þessari skýrslu ríkisendurskoðunar sem ekki fyrir löngu komið fram. Enda sagði meiri segja landlæknir sem er náttúrulega læknir, heilbrigðisráðherra sem er fyrirverandi landlæknir. Hún sagði við þurfum ekki að fá fleiri skýrslur. Herðu, mál sem hefur verið lengi gangandi í Írlandi, það er leita jarðneska leyfa 800 ungbarna í fjöldagrafreit á Írlandi. Þetta er, þið þekkið þetta mál? Já, þetta er hryllilegt. Hvað er það gamalt? Þetta er eiginlega svona seinni hluta síðustu aldar. Já, fyrr. Hælinu lokaði 61 og þá voru þessast konur sem eruð óléttar í hinnu kaþólska Írlandi. Að þær eruð bara láta sér hverfa inn til einhverja svona heimila þar sem að þær fæddu börnin. Stundu fóru þau síðan og skildu börnin eftir. Og þetta er náttúrulega hryllileg meðferð á mæðrunum, en svo verður að koma betur ljós að það virðist að hafa litið á börnin sem bara eitthvað hryllilegt að þau verður börnin látin bera
sök syndarinnar sem að fættust í heiminn út af. Þetta liggur náttúrulega á Írum eins og Mara. Við skulum vera í útlöndum, það frumvarp til að ljúka stríðinu, það Donald Trump. Hann ætlar að leggja á 100%, það var nú sagt í aðdragandanum að þetta byrjaði núna helgina og virtist koma bara out of the blue, allt í einu kemur að séu í undirbúningi frumvarpin í öldungadeild að leggja á 500% tolla á alla sem á Rússland og þeir sem eiga í viðskiptum við Rússland sem Indland, Kína, Íran og bara hellingalöndum. Sko, ég held að þessi glórulaust rugl sko. Þetta tollasverðans náttúrulega svolítið merkilegt sko. Hann sífellt að hóta öðru þjóðum tollum og svo dregur hann í land og svo kemur hann með eitthvað annað og svona. En hann mjög reiður eftir símtalið sem hann átti við Pútín. Og þá snýr hann sér bara að krafti til Úkraínu. Það ekki alveg að því að við erum hérna. Jú, hann ekki búin að flytja vopn núna? Nei, hann segist vera til í að flytja vopn en Evrópumenn þurfa að kaupa þau. Og það ekki þannig að hann ekki að segja að hann ætla að láta Úkraínumenn fá öll þau vopn sem þau þurfa á að halda. En hann segir við erum alveg til að láta vopn en Evrópu verður að safna peningum og kaupa þetta á okkur. Það hérna, ég veit ekki hvort að það verði að þessu sko. En ég held, en talandi tollana, núna segir hann að ætla að leggja 100% tolla á Rússa og þá sem í viðskiptum við Rússa eftir 50 daga ef að verður ekki búið að semja frið. Hann ætlaði að leggja tolla á alla þarna og frestaði svo og svo hann aftur búin að fresta því. Ég held að hann hafi ætlaði að leggja tolla sem eru 10%, 30% og 50% bara á Kanada sko. Ég veit ekki hvað þetta svolítið skrítið að vera með fórsta Bandaríkjanna sem svona. En það mjög óvinnilegur maður. Við erum eitt hérna sambandi við Evrópu, það Macron var að segja að ógnir sem stæðir Evrópu ekki verið meiri síðan frá seinni heimsstyrjöld, hann líklega að telja upp í það að Evrópumenn fara að kaupa Patriot-flaugar frá Bandaríkjunum til þess að verja Úkraínu sem að einhver leitur loftvarnir í Úkraínu að falla þannig að það eru miklu meira mannfall inn í borgunum, það miklu meiri loftárásir á Kiev og stærri borgir en við skulum ekki sleppa Trump hérna það eru fréttir sem eru mikið í Bandaríkjunum en ég fann hann eiginlega bara inn á hérna, þetta inn á nútímanum sem Leifur Frosta Logasonar hann með fréttir af því að maka klofnar út af Epstein-málinu sjálfseyðing í beinni stendur hann þetta fréttir sem eru mikið í Bandaríkjunum í öllum sjónvarpsmiðlunum og mikið fjallað þetta en þetta sko bakland forsetans Maka klofnar vegna þess að það stóð til og þið kannist við að sumuleyti eru rætur Maka í svona samsæriskenningum meðal annars að Epstein hafi verið tengdur inn í alls konar svona kynlífsdót í kringum demokrataflokkin og það var ég meina Trump talaði að þarna væru Clinton hjónin sko innvinkluð í eitthvað svona leyniskjöl og það þyrfti einhvern veginn að fletta ofan þessu hann lofaði að gera það en núna lætur hann eins og þessi skjöl sé ekki til þá var hann að gefið út einhvers konar myndband sko sem átti að sýna fram á það að ekkert hefði gengið á í kringum klefa Epstein þegar hann deyr en svo kemur í ljós að vantar heila mínútu í þá klippu þannig að það einhver hefur átt við það er svona alls konar og ég meina og einmitt þetta fólk sem að svona mikið það talar mikið World Health Organization og hérna eitthvað svona djúpríki í sko alheims djúpríki sem ætli sér einhverja svona furðulega nýja stefnu í hérna viðskiptum og svona yfirráðum að þetta sé ég meina þau eru kusu Trump vegna þess að hann talaði inn á þessari línu en nú hann bara einn af þeim og það var sagt í upphafi forstaddir hans að það væru hérna á borðinu hjá mér eru listi yfir viðskiptavenn Epstein og hann verður opinberaður og síðan ekkert verið birt hann þannig að virðist ekki viðskiptavinnur hafi verið og þá segja menn byrju á hverju var hann í fangelsi og á hverju hún hvað heitir hún sem í fangelsi núna sem var aðstofkonan hans sem ég man ekki hvað heitur Gisela Maxwell eitthvað svoleiðis, dóttir hans Maxwell
Akkur hún þá í fangilsi? Því að hún bara í fangilsi því að hún var við milligöngumaður viðskipti á ungu stúlku. En nú hún eftir sittur að hún allir þessi kynferðisbrotamenn og í fangilsi ein kona. Þannig að þetta er undarlegt. Meiri Trump, hann hótar að svipta Rosie McDonnell ríkisborgararétti. Veitu þetta hverju? Það því hún gaggrindi einhver aðgerðið hans í sambandi við Veðurstofuna. Hún er svona spaugari, sko. Já, en ég meina hún hefur verið svona mjög hægri sinnaður demokrati, andstæðingur Trump, en hún flúði til Írlands þegar hann var forseti aftur með barni sitt sem er transbarn og hún er ískra ættar, en hún er fædd í New York, sko. Einmitt. Þetta svipað og þú verður bara sviptur í íslensku ríkisborgararétti. Já. Hvert var ég þá? Því þú gaggrindi Veðurstofuna. Það hafi ekki alltaf svona gott veður. Herðu, erlend frétt niðurstaða frumræðsunar á Air India slysinu í viku fyrðu. Það virðist verið að hafa slökkt á bara bensíngjöfinni og þeir eru að ræða sín á milli flugmennirnir. Slökktu þú á henni? Nei, ég slökkti ekki henni. Af hverju kemur ekki bensín? Og það svo hrapar vinnin. Þetta er ótrúlega mál. Næsta mál er að Óskar Andes Bocanegra Flores, hann er íslenskur ríkisborgari núna áðan, ásamt 49 öðrum. Já. Allir glaðir yfir þessu? Allir óbúrslega glaðir yfir þessu. Ég og einn vinn sem er í þessum hópi, það er bara mikil gleði. Hann vissi reyndar ekki af þessu sjálfur, ég hringdi og tilkynnt honum þetta. Hann hafði ekki fengið vitneskju þetta, sko. Það er víst ekki hringt út, en það var hægt að sjá þetta á vef Alþingis og þannig að þetta eru alltaf gleðilega fréttir. Alveg ótrúlega gaman að eignast fleiri Íslendinga. Ég kíkti á þetta því að ég haft áhuga og því að einn ákveðið maður fái ríkisborgararétt, hann var ekki hann er fastur í einhverju, hann getur ekki sannað því að hann fór í gegnum Írak frá Sýrlandi og þeir vilja fá sakavottorð frá Írak og þeir í Írak segja að við getum það ekki því að við erum ekki skráningum að maður hafi verið þannig hann fær ekki að vera ríkisborgari og ég hef sagt það áður að ég taldi saman veitingu ríkisborgararéttar á Íslandi og hinn á Norðurlöndunum og við veitum miklu færri ríkisborgararétt heldur en nokkuð annað. Miklu verið. Herðu, það er hvernig maður að fjalla svona hörmungar viðburði eins og morð. Það var ein frétt gakt í bæinn, hún er dauð, það fyrirsögn. Já, þetta er svolítið óhuggulegt. Þetta er maður sem myrðir móður sína og það sést svo sem ekki á upptöku sem er inn í íbúðinni, heldur bara sést hún labba frá og hann kemur svo út blóðugur. En maður var nýsloppinu fangilsi, munið eftir þessu. Já. Það var nýsloppinu fangilsi fyrir að ofbeldisbrot gagnvart móður sinni. Og hún var með svona öryggisnapp. Ég veit ekki, þetta er aldrei hægt að segja þess að það verið hægt að gera eitthvað til að stoppa þetta. Þetta er einmitt, þetta er kannski svona aðeins inn í þessa umræðu sem við höfum verið að eiga öryggisvistun og sko þörfina fyrir alvöru úrræði fyrir fólk sem þrýst ekki í fangelsum, ekki það þrífist nokkur maður í fangelsi en svona. Hann er dæmdur núna sem ósakafur, hann er dæmdur í svona réttargæslu sem er óljóst hversu lengi verður, það er bara eitthvað læknir að úrskurða sig í lagi með hann, en raunverulega var maðurinn í þannig ástandi þegar hann fór út úr fangelsinu. Ef hann var í því ástandi þegar hann myrti móður sína, þá var hann í því ástandi þegar hann sleppur út úr fangelsinu. Þannig að mér finnst eðlilegt að það sé eitthvað fjallað þetta tiltekna mál, þetta sé alltaf erfitt og þetta er aldrei hægt að segja eitthvað, þú veist, ef eitthvað hefði verið gert að það hefði verið að koma í veg fyrir það. En samt verðum við að sérstaklega því að það er svo mörg svona mál. Nei, en Hafsteinn Mikael sem er að koma hérna til mín á eftir, hann ætlar að ræða svolítið öryggisvistanirnar. Hann hefur nú reynslu af því að vinna við slíkar árabil og það er svona, hann talar manneklu og mikið álag og svona erfiðan starfsanda. Við byrjum spennt eftir að heyra það og ætlum þá bara að hafa eina frétt í viðbót sem er hitabylgja, er þetta hitabylgja á Íslandi? Já, mér skilst það að þetta sé allavega var eitthvað sem steikti egg. Já, það er einmitt frétti sem við ætlum að vera með, sko. Það er eiginlega sönnun á því að sé hitabylgja hvort að maður geti steikt egg á malbiki. En það voru einhverjir í Hveragerði sem steiktu egg á bílhúti. Ég horfði á myndbandið. Mér finnst þess að sé að svindla. Þetta er það? Já, mér finnst það.
Sko, sjáu bara, hann bara nýbúinn að brjóta eggið og það bara, ég sé að menn vera að steikja egg svona á malbyggi og hitabylgjum erlendis það sem sko 40 stig hiti. En þannig eitthvað fyrir aðeins yfir 20 stig. Og hún svo heit pannan að það bara byrjar að bulla eggið bara með að brýta. Fórhita hana vel svona fyrir. Já, það getur bara mjög vel verið. Það samt að þetta ótrúlega gaman. Fannst ykkur ekki gaman að hitta fólk? Mér finnst alltaf svo glaðir og svona. Jú, alveg bara. Það bara alveg dásalegt. Fólk heilsast og það bara eitthvað svona skemmtilegt að vera til í samfélaginu þegar svona vel viðrar. Og þú fórst niður á Austurvöll. Jú, mikið rétt. Og tókst viðtal við fólk sem var þar í að mótmæla. Við skulum við heyrum þau viðtöl seinna í þættinum en við skulum enda fréttayfirlitið á einu viðtali og svo kemur viðmælið þinn í hús. Já, takk fyrir það. Byrjaði ég að fá fullt nafn. Björk Vilhelmsdóttir. Af hverju ertu hérna í dag, Björk? Af því að ég vil ekki að Ursula von der Leyen sem að styðja Ísrael sé velkomin til Íslands. Í hvers umboði hún hér, veistu það? Íslenska stjórnvalda og ég mjög ósátt við því að ég búin að vera að styðja þessa ríkisstjórn eiginlega í flestu sem hún að gera, ánægð með stjórnvöld, en ég skil ekki af hverju að bjóða konu sem að opinberlega ítrekar að styðja Ísrael þrátt fyrir að þjóðarmorð sé í gangi. Hvernig finnst þér hún styðja Ísrael, svona í orðum og gjörðum? Bæði með verkum og komið í veg fyrir það að Evrópusambandið stöðvi vopnasendingar til Ísraels. Já, og það er margmenni hérna í dag. Áttirðu von á að kæmi svona margir? Ég átti von á jafnvel fleira fólki. Það búið að vera gríðarlega athygli allar á samfélagsmiðlum á þessu, en ég samt bara ánægð á besta degi sumarsins þá séu svona margir. Mjög ánægð. Takk fyrir þetta. Takk. Við höfum aðeins verið að fjalla geðheilbrigðismálin, byrjum á umfjöllun Bjarg og svona rekstraraðilann þar, mannvirðingu. Þú hefur verið að vinna lengi í þessum geira og það kannski, gott líka að hafa það með. Það voru fréttir í dag af einmitt mjög þungu máli þar sem að maður dæmdur í öryggisvistun. Það voru stuðandi fyrirsagnir einmitt þar sem að voru svona vitnað í hann og svona þetta svona iðrunarleysi sem hann sýnir og maður velti fyrir sér hvort að hann lendi einmitt á réttum stað. Þetta var maður sem var nýkominn úr fangelsi fyrir ofbeldisbrot gegn móður síni. Hann kemur heim, myrðir hana og nú á að senda hann aftur eitthvert. Þú eins og ég segi, hefur starfað lengi í þessum málum hvernig horfir þetta við þér? Ég meina, þurfum við ekki að fara að fjölga þessum úrræðum Jú, ég að gera eitt gott úrræði sem að eru fyrir þess að þingri einstaklinga. Ég meina, einstaklingar eru mjög svona mismunandi í þessum málum. Ég held að þetta fer voðalega mikið eftir bara hverjum einum, hvernig þú veist til text og hvaða þarfir hann hefur. Og svo þetta náttúrulega bara einstaklingar, personur. Þetta málaflokkur sem hefur kannski setið svona svolítið á hakanum og hefur oft verið gagnrýndur en þú varst að vinna eins og ég sagði hjá þessi fyrirtæki mannvirðingu þar sem að var, það var mikið álag, það ekki rétt hjá mér? Já, það er náttúrulega mikið álag, svona þetta er svolítið spennandi sem fylgir þessu starfi og það reynir á, það er lúmst álag. Og fyrir utan það að sinna vaktarstarfi, það er náttúrulega enn eitt. Og þannig að þetta ég myndi segja að þetta væri býsna erfitt starf að svona sinna svo vel farið. Og mér finnst svona aðbúnaður í kringum starffólk ekki vera nægilegur. Bara vera til þess að vakta þeirra heilsu og svona vera að fylgjast með bara hvar starffólk er statt. Hverju sinni. Að hvað leyti myndur vilja og sérðu fyrir þér að væri hægt að gera betur í þeim málum?
Já, það verður náttúrulega bara með auka kannski, þú veist, heilsufarslegan aðbúnað og og svona, og hafa einhverju umsjónum með þessu. Ekki vera að keyra fólk út í endalausum aukavöktum og þar fram eftir göttunum. Og það tala svo litið svona vöntun á eftirliti með einkaaðilum í svona opinberum rekstri. Ertu sammála því? Já, ég meina það allt eftirlit ég meina ég sé ekki drangt við það að hafa einhver eftirlit í gangi. Ég meina það þurfa allir eftirlit sem að sinna einhverjum alvöru störfum og já, mínum mati þetta svona fólk óttast að vera með einhvern yfir sér en ég held þetta sé ekki þannig, ég held þetta sé bara mjög svona ákveður lágmarks svona, já, þetta sé í einhver algjör lágmarki en þó eftirlit og að vera að kanna hvað fólk að gera og hver framþróunin og hvert þau eru að stefna með þessu öllu. Ég meina, ég hef upplifað svona allan að 3 staði sem að svona, já, þeir voru ekkert kannski að leiða mann eitt sko á einhvern stað. Það var engin skipulag framþróun í gangi. Þannig að þessi staðir sem að þú varst á og þetta eru þessar öryggisvistanir sem við þekkjum hver jafnarsel sem verður svo reynimelur og svo. Akkurat, þetta svona svolítið færist frá einu staði yfir í annað. Já. Eitthvað sérstök ástæða fyrir því þessi starf sem alltaf að flytja og ég meina hvernig áhrif hefur það á fólki sem að situr hann inni? Já, klálega það náttúrulega svona smá ístöðuleysi en ég meina það sem þessi einstaklingar þurfa náttúrulega bara að geta tengt sig að einhverju leyti aftur við mannlegar aðstæður og að þeim sem mætt með mannlegu viðbragði eða svona bara mannlegum tilfinningum og svona það sé ekki bara alltaf að vera skipaðin fyrir og þeim sé alltaf haldið í einhverju svona fangelsis vistun og ég held að það sé allan að klálega eitt hlutur. En já, þetta er góð spurning. Við sögum aðeins frá Bjargi eins og ég sagði í síðustu viku og svona ræddum aðeins um það. Þar einn einstaklingur í öryggisvistun núna sem er reyndar svolítið svona, já það verðist ekki alveg passa svona ljósið þess að það vistheimili en þetta allt rekið af sama fyrirtækinu. Fyrirtæki sem hefur verið gagnrýnt opinberlega og já svona aðilar allavega innan þess hafa verið, það hefur verið talað um svona erfiðar vinnuðar, það eru vinnumóral og þar fram til göttunum. Er þetta þín reynsla? Já, að vissu leyti. Hvernig þá? Mér finnst kannski að vera að bóla saman of ólíkum einstaklingum. Það finnst mér ekki alveg vera kannski málið. Ég held að þeir þurfi alveg sér stað til þess að allan ná að tengja sig upp á nýtt. Og það má vel vera að þetta sé svona seinni tímamála að fara með á einhvað heimili en mér finnst þetta svona hljóma eins og einhver svona bara leppur. Já, einmitt, þetta sé bara verið að stoppa í einhver göt. Það sé bara að stoppa í einhver göt bara. Þetta sé ekkert svona raunverulegt. Það er ekki hugsun á bakvið held ég, svona finnst mér. En þú verður fyrir kulnun í þessu starfi, í að starfa með þessum einstaklingum, erfiðu einstaklingum svona innan geðheilbrigðiskerfisins. Hvernig lýsir það sér? Hvað kom fyrir? Já, það sem kom fyrir bara að ég keyrði mig bara út einhvern veginn í starfinu og náði ekki að hlaða batterín aftur. Og já. Og mér finnst ég ekki hafa fengið skilning fyrir því ástand sem ég á komin inn í. Og þess vegna það verið sagt upp, þú veist, ég var mjög ósátt við það. Já, þér var sagt upp á meðan að þú varst í kulnun. Já. Á meðan það hefur kannski verið hægt að eiga eitthvað samtal og kannski finna eitthvað út úr þessu. En hérna, já. Var einhverju aðdragandi að því að þú fórst að finna fyrir einkennum kulnunar? Nei, en það er bara, þú veist, þá var ég búinn að vinna í 4 ár eða 5 ár í vaktarstarfi og það tekur á.
Og voru þá ekki svona inn á vinnustannum ykkur, bara svona eins og trúnamenn eða einstaklingar sem að var hægt að leita til og segja svona, heyrðu, já, mér líður svona og svona, eða var einhvern veginn svona skortur á þá eftirliti bara með starfsfólkinu sjálfu eða svona, já, þú veist, það var kannski ekki bara verið að sýna neitt svona svigrúm með þetta og ég held að yfirmenn hafa bara verið að fara að óttast að ég bara einhver svona baggi á þessa starfsemi og væri bara síðan komið kannski í ársleyfi bara, þú veist, á launum sem var kannski ekki endilega það sem máli snýrst sko. En þinn réttur samt alveg svona skýlaus? Nei, minn réttur. Já. En, það bara fór sem fór. Já. En ég meina, fórstu ykkur tíman með þetta bara fyrir stéttarfélag eða? Nei, ég gerði það reyndar ekki. Nei. Var einhver sérstaka ástæða fyrir því? Já, ég og bráði leita átt bara sem þetta væri bara búið. Það er allan að minni hálfu. Svona. Já, bara fegst nóg. Já, bara fegst nóg. Já. En þú ert mættur aftur til starfa, finnur svona að, já, sko, ertu ekki á hættusvæði? Hvað það var þar? Að vera komin aftur í... Nei, þetta er allt öðru sig. Ég held að nú er ég ekki að vinna með einstaklingun sem er í öryggisvistun og það er bara í sjálfstæðri búsetu og það hefur bara gífurlegu munur og þetta er allt öðru sig einstaklingar þannig að Það er áhugavert að segja það einmitt að því að þegar við fjöllum Bjarg þá segjum við einmitt frá því að það sé einstaklingur í öryggisvistun inni í svona sjálfstæðri búsetu sem að svona gengur ekki alveg upp. En segð mér hérna Hafsteinn svona aðeins meira svona kannski frá reynsluðinni af mannvirðingu þessu fyrirtæki sem að virðist ég sjá bróðurpart þessara öryggisgæslna sem að eru núna allavega í gangi. Sko, hvernig samskiptum áttu þið? Bara svona þegar í aðdraganda og í kringum þína kulnun og hérna og hvernig var tekið í það þegar þú svona viðraðir það við þetta fólk að það væri nú kannski bara ekki alveg allt í lagi með feldu eða allt með feldu eða það væri of mikið álag? Já, það var hvernig var tekið ég? Já, kannski ekkert allt og vel sko. Nei. Og það hafi verið bara svona að kannski hef ég átt að bera þetta upp fyrr, ég veit það ekki. Það er margir sem að ég hef rætt við tala svona eitrað vinnustaðamenningu. Já. Kannast eitthvað við það? Já, ég kannast alveg við það. Það hefur alveg verið, það hafa alveg komið tímabil en það er samt mjög dásanlegt fólk sem vinnur í þessum vistunum og ég myndi segja að það var starfsfólki sem knýr áfram starfsemi algjörlega. Já, þetta er... Og þeirra samheldni og þeirra svona bara daglegur rútínur með einstaklingum. Já, þetta er mikið hugsun á fólk. Já, og bara, þú veist, það er gott eðlisfæri og mentað oft. Og já. Og svona hefur unnið lengi í þessum geira. Já. En hvað finnst þér svona persónulega svona útvistanir í heilbrigðisþjónustu? Já, ég veit ekki. Finnurðu, hefurðu verið að vinna svona fyrir því opinbera og svo ertu með samanburð? Já, samanburð, nei, ég nú ekki svo mikið samanburð. Í raun og veru byrjaði náttúrulega að vinna hjá Reykjavíkurborg. Það var vistun á vegum Reykjavíkurborgar og svo fluttist það yfir til ríkisins og þaðan fer það yfir í einkageira. Þannig að ég veit ekki, þú veist, ég hef ekki unni á stofnun. Nei, en greindur svona, þegar þetta gerist, greinur þá eitthvað svona mun í þjónustu eða gæðum þjónustu eða bara starfsanda eða? Já, mér fannst hann dala svolítið og eiginlega bara, já, ég myndi segja það. Þannig að, já, þetta var svona, og alveg svona tilfinnanlega bara á vinnustænum eða bara eitthvað svona sem þú greindir? Já, ég held að það hafi ekki bara ríkt nú mikið traust bara til stjórnenda, svona til að segja. En hvað myndið þú vilja sjá betur fara í þessum geira? Já,
það er góð spurning. Ég náttúrulega ekki fagleg menntaður, en bara svona sem starfsmaður á plani. Mér finnst margt alveg ábótamann, eins og bara mannvirðing, almennt. Og líka svona heilsufarslegar úrbætur. Það er ekkert verið að vinna með einstaklingin, byggja hann upp. Það er ekki verið að, ég myndi ekki segja að verið að sjá til þess að hann næri sig eins og hann ætti að gera í þessar aðstöðu og ná geðheilbrigði aftur. Og mér finnst vera að vissu leyti svona bara smá uppgjöf. Þegar hlutin eru komin á þennan stað, þá finnst mér þetta ekki einhvern veginn vera að skila sig eins og Nei. Og þess vegna held ég að innra eftirlit og svona að það sé mjög nauðsynlegt til þess að mæla framþróun á einstaklingum og annað. Já, svona skilgreining á svona öryggisvistunum einmitt þessi að fólk sem að þrífst ekki eða er ekki talið að muni svona læra neitt innan gæsalappa af venjulegri fangelsisvist fært inn í öryggisvistun og þá á að vera ákveðu utanumhald og þá að svona að hlúa að ákveðnum hlutum og svona einmitt í uppbyggingu í átt að einhverjum bata þannig að fólk svona skilir sér út í samfélagið á einhverjum tímpúnti sem betri manneskjur. Þetta er svona uppferð betrunarvist svolítið og einstaklingsmiðuð en þú hefur ekki orðið var við að þetta sé einmitt mjög einstaklingsmiðað þetta sé... Ég hef alveg séð framþróun hjá einstaklingi og mjög undraverðan hátt en þetta er mjög langur vegur til að segja að fara aftur inn í samfélagið og vera komin á þennan stað þannig að Já, en þið finnst ekki kannski að þessi úrræði sem til eru núna, þau séu beint svona, þau séu í rauninni ekki alveg að uppfylla þetta hlutverk sitt gagnvart þessu fólki, þetta sé meira svona eins og geymsla. Já, ég hef það á tilfinningunni. Já. Þú bara svo, þú sagðir, þú hefur verið að vinna í þessum geira mörg ár? Já, núna næstu í 5 ár. Já, og finnst þér finnst þér hlutirnir hafa, greinur ykkur breytingu eða finnur fyrir áhugaleysi til dæmis stjórnvalda? Já, nú þekki ég það bara ekki, nú vel. Nei. En, mér finnst þetta bara verið svo að það sé alltaf verið að bólis út í horni eða til hlíðar og það er ekki verið að takast á. Eða þú veist, það er ekki verið að mæla hvað þarf þetta fólk, hvað raunverulega getur við gerst fyrir. Þú veist, ég meina að vera dæmdur inn í eitthvað úrræði sem er bara með x tíma yfir sér, þú veist, það segir mann svo lítið. Já. Og það geti verið 20 ár, geti verið 10 ár, geti verið nokkru mánuði, maður veit ekki. Þegar fólk er einmitt dæmtir í svona úrræði og það er einmitt rekið af einkaaðilum sem að eru sumir segja kannski fjársveltir og þau eru svona að skera við nögl í allri þjónustu og hafa kannski svona aðeins meira vald til þess og keyra þar að leiðandi svona undirmannað. Við tölum ég talaði í fréttinni sem við sögðum frá Bjargi að þar var manneskja búin að vera á vakt í 32 klukkustundir og það var ekki einsdæmi. Hvers konar áhrif hefur þetta til dæmis bara á líf bæði skjólstæðinga og svo þeirra sem eru að vinna á þessum stöðum? Þetta er bara algjörlega óásættanlegar aðstæður því að þannig að þú bara fann að brjóta þinn hvíldartíma í starfi og er bara kolólulegt. Þetta er mjög ófaglegt að þetta sé að koma upp á. Já. Hefur þú unnið svona langa vakt? Hef ég? Nei, ekki svona langa vakt. Getur maður unnið svona langa vakt? Það er svona heila spurningin. Þetta er ansi mikið. 1,5 sólarhringur bara í vinnunni. Já, þú ert allan að komin vel út í horn og hefur ekki mikið val. Þú ert að vinna svona tvöfalda vakt. En þú ert myndlistarmaður. Já. Hvað þegar maður er í kulnun, því að nú er oft talað um kulnun sem er svona ákveðna endastöð og fólk lendir hérna vegg og okkur svona. Hvernig er það með svona, ertu ennþá frjór sem listamaður? Já, ég myndi segja það. Já. Ég ætti nú eitthvað eftir, sko. Já. Þannig að kulnunin, þú kældist ekki í sköpunarkleðinni? Nei, þetta er sem betur, sko, þetta eru 2
heimar en engar sigur helst þetta í hendur því að mann alltaf þetta bitnar á mann líkamlega, þú veist að lendi í svona hálfgerðu kulnunar ástandi en já nei, ég hugsa að hafa bara alltaf styrkt mig að sinna myndlist. Notarðu eitthvað myndlistina svona með þínum skjólstæðingum? Er þetta eitthvað svona sem þú nærð að grípa til svona í, eða væri það jafnvel æskilegt að svona þínir hæfileikar á því sviði myndu nýtast betur? Ég var ráðinn inn sem skapandi einstaklingur og það einhvern veginn komst aldrei á koppinn. Nú? Það var bara aðstæður og annað sem að bara leyfði það ekki. Nú? Þú veist, það var alltaf mikið verið að passa allt væri, þú veist, að öryggi alltaf á einhvern veginn ofan á Og hvað leiti þá? Bara, ég meina, maður á erfitt með að sjá fyrir sér Þetta þarf tíma, þetta þarf rými, veist, þetta þarf skuldbindingu. Þannig að hún var bara ekki, þú veist, bara áhugin var ekki til staðar, myndi ég segja. Hjá stjórnendum þá? Og þú ert þá að tala um mannvirðingu? Ég ekkert að tala um endilega mannvirðingu, bara svona almennt, það sem ég hef kynnst í gegnum þessar öryggisvistanir. Já. Og þetta einmitt eitthvað sem að við treystum á í rauninni að sé þjónusta fyrir þá aðila sem eru í öryggisvistun að þeir fái þarna einmitt einhvers konar útrás fyrir sköpunargleðina og með henni nái að svona koma sér aftur á stað og virkja heilan í góðar áttir en það sé ekki verið að gera þetta. Nei, þetta er náttúrulega bara það sem að vanta svolítið hérna hjá okkur sko að gefa skapandi iðju bara meira vægi. Það er náttúrulega verið að vinna með fólk sem geðfatlanir og það er að skapa og það er að gera ýmislegt. En það er líka þeirra, þú veist, það er það sem að styrkja það líka. Mest, myndi ég segja. Hafsteinn Mikael Guðmundsson, þakka kærlega fyrir að koma hérna og gefa okkur svona aðeins innsýn svona starfsmannsplani inn í heim svona, hvað við segja, geðfatlaðra og þeirra sem eru í öryggisvistunum. Og það eru hér nokkur skilaboð og svo höldum við áfram á fréttum við samstöðarborðið. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Fortíðin var aldrei, hún aðeins er. Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar. Kannski byrja á að fá fullt nafn? Ægir Máni Bjarnason. Hvers vegna ertu hér í dag, Ægir Máni? Ég veit bara ekki að bara fólk sem er meðsegt í þjóðarmorði sé að koma á landið og við erum meðsegt með að hleypa fólkinu í landið. Heldurðu að svona mótmæli skilir ykkur þarna inni að hlusta? Já, ég sá nokkra vera að líta út í glugga, eitthvað svona að fela sig á bak við gardínuna og það er svona þema. Einhver myndi segja að það væri gott að fá hann eitthvað til lands til þess að svona, viðra ákveðin sjónarmið við hann, ertu ósammála því? Já, ég er bara, Evrópa Evrópusambandið er bara fucking gilti upp yfir haus í þessu dæmi og það er bara mjög ströng sönnunargögn fyrir því og það er svo fáránlegt að við séum bara yfir höfuð að ræða Evrópusambandið að gangin í það þegar að við ættum í rauninni að vera hvað getur Evrópa gert fyrir okkur, við ættum að vera að nota eitthvað svona leeway til þess að koma, ef það er málið, því að við viljum ekki ganga inn í Evrópusamband sem er meðsagt í þjóðarmorði. Það er mín skoðun. Og ef þú hef fengið tækifæri til þess að tala við Úrsúlu bara beint í dag, hvað myndir þú segja við hana? Bara fucking murderer. Takk hérlega fyrir þetta.
Já, heyrðu, við skutum inn þarna einu viðtali frá Austurvelli, það voru mótmæli í dag og María Lilja fór á völlinn og tók viðtal við gesti og gangandi, eins og sagt við ætlum að spila fleiri viðtali hérna aftast í þættinum, en hingaði komin Ólafur Þ. Harðarson, prófessor á eftirlaunum í stjórnmálafræði, velkomin, og Sigurður Magnússon hérna hjá okkur. Heyrðu, það þingið að fara heim. Já. Við vorum að segja að stjórnarandstaðan hafi eiginlega unnið þetta. Já. Hvað finnst þér það? Mér finnst það svona frekar skrítinkenning. Sko það sem að, eins og ég horfi á þetta, þá náttúrulega mestu tíðindin á þessu þingvetri að 70.001 Kannski byrja að fá fullt að hætta umræðu, henni var beitt. Ef við skoðum frumvörp, nú málþóf náttúrulega ekki nýtt í Íslandssögunni og harkalegar deilur í þinginu eru heldur ekkert nýjar. Illiðin sem að núna hafa gengið á milli manna, að þau blikna nú bara við illirðunum sem voru notuð hér á fyrri hluta 20. aldarinnar. En þau eru kannski samt með meira móti. Hins vegar þá það þannig að við lítum á, ég held að það séu 5 mál sem að, þar sem málþófið hefur farið yfir 100 klukkutíma og í öllum þeim málum fram að veiðigjaldinu þá lauk því málþófi með því að málþófsmennirnir gáfust bara upp og málin fóru í atkvæðagreiðslu og þau voru öll samþykkt. Síðast gerðist þetta með þriðja orkupakkan sem var að vísu ekki afgreitt fyrir sumarfrí en sett á svona stubb og afgreitt í lok ágúst og byrjun september. Núna hins vegar stemdi í það að það leit út fyrir það að stjórnarandstaðan ætlaði bara að tala endalaust sem að þýddi auðvitað þá það að málið yrði talað út úr þinginu. Þannig að þá stendur stjórnin frammi fyrir þeim kostum annarkvort að sætta sig við það og sætta sig við það að stjórnarandstaðan hafi í rauninni synjunarvald einstök lagafrumvörp og hinn kosturinn sem stjórnin stóð frammi fyrir var einfaldlega að setja málið eða sem sé beita 71. greininni og setja málið í atkvæðagreiðslu og það var á endanum það sem hún gerði. Og ég hafði nú satt að segja búist við því alveg frá því að þetta mál kom fram og það svona benti margt til þess að þetta yrði langt málþóf að þetta gæti mjög vel endað á þennan hátt. Þannig að í rauninni lít ég svo á að þegar upp staðið að ef það var markmið stjórnarandstöðunar að koma í veg fyrir að frumvarpið yrði samþykkt og koma því bara inn aftur í að stjórnin kemur með nýtt og endurbætt eins og þeir segja frumvarp í haust að þá tapaði stjórnarandstaðan því máli og stjórnin sýndi fram á það að hún ætlar ekki að þola það að stjórnarandstaðan hafi neitunarvald einstök frumvörp. Það voru að vísu gerðar einhverjar breytingar á veiðigjaldafrumvarpinu. Seinkaðu upptakan á gjaldinu? Voru einhverjar frestanir. Og ég skal ekkert meta það hvort að þetta hafi verið meiri háttar eða minni háttar breytingar. Stjórnarandstaðan hins vegar mata greinlega þannig að þetta væru breytingar sem skiptu mjög litlu máli. En fyrir mér meginatriðið það að stjórnin kom frumvarpinu fyrir rest í gegn. Þessi grein var virkjuð og ég held að það geti haft jafn mikil áhrif eins og það hafði áhrif á íslenska stjórnskipun þegar Ólafur Ragnar virkjaði synjunarvaldið sem hafði verið dauður bókstafur þá reyndar frá upphafi lífsins. Það uppáhaldskenningin okkar hérna við rauðaborðið að þegar þetta verður gert að þá verður bara nýr raunveruleiki. Ég þeirra skoðunar að það sé mjög líklegt. Það að vísu stjórnarandstaðan var náttúrulega mjög harðskeytt í dag og mér fannst það mjög skiljanlegt. Þeir eru búin að tala í 160 klukkustundir til að reyna að drepa málið og svo mistekst að drepa málið. Það mjög eðlilegt að menn séu reiðir og sárir. En hins vegar þetta grundvallarbreyting að eins og ég hef orðað einhvers staðar nú búið að fremja glæpinn
en samt. Þá það eins og Smári segir, þá erum við í rauninni komin í nýtt ástand þar sem menn verði í rauninni bara að setjast niður og svona átta sig á því hvernig þeir vilja haga þingstörfunum og þingsköpunum. En samt Ólafur, ef við tökum bara veiðigjöldin, þá fær eftir að þeinu svo kallaða kjarnorku ákvæði hefur verið beitt, sem á að vera bara en endalok á stríðinu. Eftir sem áður þá fer ríkisstjórnin og semur við stjórnarandstöðuna mildari útgáfu. Við getum deilt það hversu mikið. En í leiðinni að þá ýmis mál sem að ríkisstjórnin hefur lagt mikla áherslu á sem ná ekki í gegn. Það strandveiði sem að Flokkur fólksins lagði mikla áherslu á. Breytingar á almannatryggingum sem Flokkur fólksins lagði mikla áherslu á. Samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks sem að Flokkur fólksins lagði mikla áherslu á. Húsaleigulög sem að ég líka svona Ragnar Þór og Flokkur fólksins lagði mikla áherslu á. Það þarna bókun 35 sem ég býst við að Viðreisn hafi lagt mikla áherslu á. Það eru búvörulögin, leiðréttinga og vitlausum lögum frá síðasta. Ég meina ekkert að þessu nær inn og ég getum haldið áfram, við fórum yfir þetta hérna, að kannski þegar uppi staðið og horfir á allt sem var lagt af stað með frá ríkisstjórninni, að þá vinnur stjórnarandstaðan raunverulega bara ákveðin sigur og með heyrist tónninn á þeim núna í staðin fyrir að vera að leggja áherslu á veiðigjöldin, þessi ríkisstjórnin er bara einhver fram. Já, hún getur náttúrulega stjórnarandstaðan getur sagt það, en auðvitað það þannig að þegar það kemur upp staða eins og þessi í veiðigjaldamálinu og stjórnin ákveður að hún vilji gera það svona sem hafa það sem prófstein á það hvort að hún komi málum fram eða ekki, þá gefur það náttúrulega augaleið að ef að það leiðir til þess að það verður málþóf sem að stendur í heilar 4 vinnuvikur, að þá gera menn auðvitað ekki annað á meðan. Nei, en af hverju gerður þetta ekki fyrir það? Það þýðir náttúrulega það að mörg mál eins og Smári var að nefna, að þau sitja eftir og það verður að taka þau aftur upp í haust. Sem tap fyrir ríkisstjórnina. En þetta er náttúrulega bara klemmar sem ríkisstjórnin í, hún verður að velja. Viljum við sem sé hafa það alveg skýrt og draga þá línur í sandinn að stjórnarandstaðan fái ekki að hafa synjunarvald einstök stórmál sem stjórnin telur, að hún geti stoppað þau annars vegar og hinn kosturinn sá að gefa eftir í veiðigjaldamálinu og reyna þá að ná hinum málunum sem voru nefnd í gegn. Það er reyndar ekkert víst hvort að þau hefðu öll komist í gegn því það hefði náttúrulega líka verið hægt að beita málþófi þar. Og byrjun, til dæmis eins og í strandveiðunum, það leit út fyrir að verið málþóf þar. Já, og það var augljóslega byrjað málþóf Bókun 35. Bókun 35, en bókun 35 er nú eiginlega þannig að það skiptir voðalega litlu máli hvort að hún er samþykkt núna eða hvort hún er samþykkt á næsta þingi. Þetta er búið að vera, menn hafi verið að reyna að koma í gegn núna í áratugi og það hefur ekki valdið neinum vandræðum þó að hún hafi ekki verið samþykkt. Það hefur ekki haft neinar neikvæðar afleiðingar. Þannig að þetta fyrir mér er þetta að samþykja bókun 35 svona meira tiltekt, skilur við að svona formlega sé gengi frá því að þetta sé samþykkt í þingi. Það er eitthvað að þingi sem getur ekki, við talaðum mál sem er ágreiningur og það er eitthvað að þingi ef að stjórnarandstaðan hefur alltaf neitunarvald. Hún hefur neitunarvald í strandveiðinni, bókun 35, almannatryggingum, húsaleigulögum sem við vitum að Sjálfstæðisflokkurinn er mikið á móti. En síðan eru mál sem allir eru sammálum, eins og laga leigubíla frumvarpið. Það kemst ekki eins og í gegn og ekki meiri segja mál sem að maður myndi halda að veri meiri vilji á stjórnarandstöðunni en stjórninni að koma í gegn eins og afturköllun alþjóðlegar verndar hjá þeim sem að brjóta lög. Það kemst ekki í gegn. Þrátt fyrir að Þorbjörg Sigríður dómsmálaráðherra hafi verið út allt fjölmiðlum að tala að þetta væri mál sem hún legði áherslu á. Það er ekki eitthvað að þingin okkar? Jú, það er mikið að þingin okkar og ég hef talað það lengi, ekki bara í tíð þessara stjórnar, heldur lengi talað það að það er eiginlega tvennt sem ég hef ekki lagt það í vana minn að taka sérstaka afstöð í einstökum málum. Ég hef til dæmis ekki tekið eina afstöð það hvort að veiðigjaldafrumvarpið sé gott frumvarp eða bara rusl
og ekki heldur það hvort það hafi verið vel eða illa undirbúið. Ég bara hef ekki forsendur til að dæma það. En það eru 2 mál sem varða stjórnskipunina sem ég hef á undanförnum árum tjáð mig og það annars vegar málþófið sem að ég tel einhverja mestu meinsemd íslenskra stjórnmála og það eru margir vænir menn sem eru mér sammála það til að mynda þá þegar ég var að skoða þetta fyrir nokkrum árum þá sá ég að 2 ágætir menn, Helgi Bernódusson og Þorsteinn Magnússon höfðu báðir skrifað málþófið. Þeir voru náttúrulega í æðstu stöðum hjá þinginu í áratugi og þekka þingið út og inn. Þurftu að hlusta á þetta helvíti eins og sagt er. Og þeir fara einmitt í gegnum það í sínum skrifum. Hvílík meinsemd málþófið fyrir allt skipulag þingsins og öll þingstörfin. Og það kom mér eiginlega á óvart hvað þessir grandvöru embættismenn kváðu fast að orði í þessum skrifum sínum. En þetta bara meinsemd. Ég hef verið að benda á það að okkar íslenska málþóf hefur algjöra sérstöðu í Vestur-Evrópu. Á Norðurlöndunum ekkert málþóf. Í sumum þingum einhver vísir að málþófi, en ég veit ekki neitt þing í allri Vestur-Evrópu þar sem að umræða eða málþóf hefur tekið 160 klukkutíma. Og ég get bara ekki séð það að málþóf þessu tagi gæti átt sér stað, ekki bara á Norðurlöndunum, ég held að það sé útilokað að það gæti átt sér stað í Þýskalandi, í Bretlandi, í Hollandi, Belgíu, Frakklandi. En í Bandaríkjunum getur þetta gerst? Já, eina dæmið sem að í rauninni svona á pari við okkur og eiginlega gengur lengra heldur en við. Það bandaríska öldungadeildin. Þeir hafa nú eitthvað að reyna að laga þetta. Það einhverjar þrengingar svona... Ég kann nú ekki alveg smáatriðin í því. Ég veit hins vegar að til þess að stoppa málþóf, það gert með svokallandi closure vote, að þá þurftu 60%. Þá þurftu 2/3, 67%, þurfti til, og sú regla var til dæmis í gildi þegar að heimsmet í málþófi var sett í öldungadeildinni. Það var 1964 þegar að Johnson var að reyna að koma í gegn og tókst að koma í gegn fyrir rest. The Civil Rights Act sem var einhver mikilvægasta mannréttindalöggjöf fyrir svertingja í Bandaríkjunum fyrr og síðar. Þá voru nokkrir rasistar úr Suðurríkjunum og sem allir voru demókratar eins og Johnson sem að héldu upp í málþófi, ekki 160 tíma, heldur í 534 tíma, 60 vinnudaga. Og fyrir rest var closure vote beitt, það var ákveðið að stoppa þetta málþóf og þetta var samþykkt með yfirgnæfandi meirihluta. Það var bara lítill minnihluti sem að hélt þarna öldungadeildinni í gíslingu. Já, en var það ekki... En seinna... Það eitt í þessu, að því að það var búið að vinna yfir það, menn vissu að vera komin hann að 67% og þar leiðandi var eiginlega engin ástæð til að kjósa mót þessu, þannig að niðurstaðan var kannski ekki... Jú, ég held að það, ég veit allt svo sem ekki... Við biðu held í 5 mánuði þá til að þið væri vissur að ná 67%. Já, þeir náttúrulega málþófi fór fram, það var vandinn var að ná þessum 67%. En það var held ég aldrei neitt vafi á því að mikill meirihluti í þinginu myndi samþykkja frumvarpið. Hins vegar, sem sé einhvern tímann seinna, ég nú ekki klár á árinu, þá var hins vegar það að 67% þyrftu til að stoppa málþóf, þá var það fært niður í 60%. Og þannig hefur það verið síðan. Þannig að í rauninni það þýðir náttúrulega að 40% þingmanna geta þá haldið upp í málþófi ef að hinn 60% vilja ekki stoppa það. Þetta meginregla í öldungadeildinni. Hins vegar þá hafa menn verið að tala kjarnorkuákvæði og það í rauninni það sem að ég held að sé nú bara svo umræði, ég hef hvergi heyrt hana í Evrópu,
en hún hefur hins vegar verið í varðandi bandarísku öldungadeildina, það er þetta kallað the nuclear option. Það ekki þessi 60% regla sem meginreglan. Það hins vegar þannig að þeir eru nú með flókin þingsköp þarna í öldungadeildinni og það hægt að falla frá, gera undantekningu frá 60% reglunni og færa hana niður í 50%. Þannig að það þurfi bara einfaldan meirihluta til að stoppa málþófið. Og mér vitanlega hefur þetta ákvæði verið brúkað tvisvar sinnum á þessari öld. Og það sem sé þetta ákvæði að sem sé hverfa frá meginreglunni sem hefur verið kallað kjarnorku ákvæðið í Bandaríkjunum. En sko 71. greinin auðvitað ekki kjarnorku ákvæði í þessum skilningi. Sem sé 71. greinin meginregla það að það þurfi bara einfaldan meirihluta þingsins til þess að stoppa málþóf. Menn gætu svo sem sagt að það hafi verið venja í þinginu að beita ekki 71. greininni og í þeim skilningi megi kalla ákvæði kjarnorku ákvæði. En það ekki neitt afbrigði frá meginreglunni sem að í þingsköpunum og ég hef aldrei heyrt talað kjarnorku ákvæði í þessum evrópsku þingum en það þarf ekkert kjarnorku ákvæði í þingum þar sem að það svona tiltölulega skýrt að svona verulegt málþóf bara ekki lífið. Ekki boðlegt. Það bara ekki talið boðlegt. En það var erfitt að taka mark á þetta með stjórnarandstöðunni sem að tala gegn þessu ákvæði. Ef þeir væru að tala, ef þetta væri raunveruleg skoðun þeirra, þá myndu leggja til að þetta ákvæði fellt í burtu. Það enginn sem leggja það til. Þannig til hvers ertu þá að hafa þetta ákvæði, en það má aldrei nota það? Já, það bara mjög góð spurning. Það væri nú fróðlegt en mér hafði nú ekki dottið það í huga. Nei, og sömuleitt erfitt að ráða í hvernig þingið hefur látið vegna þess að menn hafa verið svo stórirtir og menn hafa verið svo móðgunargjarnir að sömuleiti lítur þetta út eins og eitthvað svona fáránlegt leikrit og ég held að þannig virkið að gagnvart stóru hluta almennings sem skilja bara ekkert í þessu. Ég alveg viss að fyrir stóran hluta almennings og sennilega megin þorra almennings þá líta menn á þetta sem fullkominn skrípaleik. Og á endanum það auðvitað mjög mikilvægt að stjórnarandstaðan hafi sín réttindi og það partur af vestrænu fulltrúalýðræði að völd meirihlutans ekki algjör. Mannréttindi til dæmis takmarkar rétt meirihlutans til þess að setja löggjöf og tilteknum sviðum. Stjórnarskráin verndar fólk gegn tiltekin löggjöf. En það hins vegar að stjórnarandstaðan hafi rétt til þess að sjá það að synja algjörlega einstökum málum sem að stjórnarmeirihlutin vill koma fram og þingmeirihlutin sammála. Það eins og ég var að segja bara fáheyrt og þekkist ekki í Vestur-Evrópu. Þannig að þessir ósiður okkar þeir eru sér íslenskir. Herðu, en talandi svona hvernig flokkarnir koma svolítið út úr þessu. Það svolítið ólíkt held ég með stjórnarandstöðunni að ég held til dæmis að miðflokkurinn sé bara ánægður með þetta. Að hann telji að hann sé að róa á svona mið sem að gæti fallið þetta bara vel í geð að vera svona yppigoggur á móti. Ég held að það ekki við svona almenna kjósendur Sjálfstæðisflokksins. Það sé svona vafasamt að telja að þetta sé ávinningu fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Sérstaklega vegna þess að það lítur þannig út að sko miðflokkurinn sé svona svolítið ráðandi og gerandi í þessu andófi. Það nú verið bent á það að Borgþór Ólason sé Ólason sé eiginlega virkar eins og svona sá sem að stýrir þessu virkar þannig á mann og svo það Framsóknarflokkurinn sem að ég held að bæði veiðigjöldunum og ýmsum öðrum málum sé forysta Framsóknarflokksins lengst frá sínu svona fylgi af öllum þessum flokkum. Já, ég hef nú ekki séð neinar mælingar á þessu og maður þyrfti í rauninni mælingar á afstöðu kjósendahópa flokkana til að vera viss þetta. Það var könnun veiðigjöldin
Já, það var könnun afstöðuna til veiðigjaldana en ekki innan flokkana, ég hef ekki séð afstöðuna til málþófsins og það í rauninni, þetta tvennt ólíkt sko, annars vegar það hvaða afstöðu menn hafa til veiðigjalda frumvarpsins og hins vegar hvaða afstöðu menn hafa til málþófsins og þeirra aðferða sem að stjórnarandstaðan hefur beitt í þessu máli. En mín tilfinning svo að hún ekkert ósvipuð því sem þú varst að lýsa Smári, að í rauninni sé þetta sko uni miðflokkurinn þessu ágætlega, hann náttúrulega hann á sem sé gamla metið frá 2019 í þriðja orkupakkanum þegar þeir töluðu í 147 tíma og mig grunar að miðflokksmennirnir telji að sem sé framganga af þessu tagi, hún mælist prýðilega fyrir í þeirra eigin hóp. Og það má vel vera rétt. Og þeir þurfi ekki nema 15% af fólkinu, þeim alveg sama hvað 85% með að hafa ógeð á þessu. Það sem að mér finnst erfiðar að skilja þessi harkalega afstaða Sjálfstæðisflokksins og sérstaklega kannski Framsóknarflokksins vegna þess að sko mér sýnist augljóst að með svona hörku þá sé ekki líklegt að þessir tveir flokkar höggvi eitthvað inn í kjósendahópin sem að kaus stjórnarflokkana í síðustu kosningum. En til þess að bæta sína stöðu verulega, bæði Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn, þá verða þeir að höfða til kjósenda sem að eru ekki í tilviki Sjálfstæðisflokksins, þá verður Sjálfstæðisflokkurinn ef hann vil stækka verulega, verður hann að höfða til kjósenda sem eru nær miðjunni heldur en kjósendur Sjálfstæðisflokksins eru í dag. Við höfum séð það í rannsóknum og könnunum að sá hópur sem að bæði lengst til hægri á efnahagsás og íhaldsamastur á menningarás, að sá hópur kannski 30-33% og miðflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn hafa verið að skipta þessu fylgi á milli sín. En ef Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að verða stærri flokkur, að þá verður hann að brjótast út úr þessari kví og reyna að ná einhverju fylgi sem að nær miðjunni heldur en núverandi kjósendahópur. Framsóknarflokkurinn náttúrulega hefðbundinn miðjuflokkur, svona rétt hægra megin við miðju. Og ég ekki viss að sem sé hans framganga í varðandi málþófið mælist sérstaklega vel fyrir í þeirra kjósendahópin. Auðvitað veit ég þetta ekki og þess vegna verður mjög fróðlegt að sjá næstu kannanir. Við vitum bara það að frá síðustu kosningum þá hefur fylgi stjórnarandstöðu flokkana gróft talið ekkert breyst. Þeir eru bara að fá það sama núna eins og þeir fengu þá. Þannig að málþófið var nú kannski byrjað í síðustu mælingu sem var þá mælingin fyrir júnímánuð og þá voru ekki komin nein áhrif fram í hvoruga áttina af málþófinu en nú hefur málþófið náttúrulega náð hámarki og 71. greininni hefur verið beitt. Þannig að það verður mjög forvitinlegt að sjá sem sé mælingarnar sem verða fyrir júlímánuð sem ég gerir ráð fyrir að komi bæði frá Maskínu og Gallup og þá sjáum við hvort að þessi affæra öll hefur aukið fylgi stjórnarandstöðu flokkana hjá kjósendum eða hvort að fylgið hefur minnkað hjá kjósendum eða hvort það hefur bara ekkert breyst eins og raunin hefur verið fram til þess. Það var þetta breyting hjá Maskínu þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn var bara í 17% og miðflokkurinn náði upp í 13%. Það sem að virkaði allavega, dró ég þá ályktun að það mætti lesa út úr þessu hvaða afleiðingar málþófi gæti haft. Þannig það ýtir undir fylgi heitra stuðningsmanna miðflokksins en dregur úr fylgi Sjálfstæðisflokksins. Það alveg hægt að vera með þá túlkun. Það sem ég hins vegar leit á var að í síðustu könnunum frá Maskínu og Gallup þó að þeim bæri í aðalatriðum saman þá var munurinn sá að í annarri könnuninni var Sjálfstæðisflokkurinn dálítið yfir kjörfylginu frá því í kosningunum en í hinni könnuninni var hann svolítið það hefur Maskínu könnunum og það sama gildi miðflokkin að þar sem Sjálfstæðisflokkurinn var yfir kjörfylgi þá var miðflokkurinn undir kjörfylgi
og öfugt í hinni könnuninni. Þannig að samanlagt fylgi þessara tveggja hægri flokka var bara á sama róli og það var í síðustu kostingum. En sko, þetta að hafa beitt þessu ákvæði þarna 71. greininni, það, sko, breytir það einhverju í pólitísku landslægi sitið uppi með að hafa degi svartapétur eða hafa þurft að gera þetta ekki náða að loka þinginu með öðrum hætti? Hvað heldur þú? Já, sko, það náttúrulega það sem getur gerst næsta haust að stjórnarandstaðan reyni að hleypa þinginu upp, hleypa engum málum gegn, fara í mál þó að þarf undir götunum. Ég ekki viss að það sé mjög hyggilegt fyrir hana, en hún gæti gert það og þá ekki síður fróðulegt hvernig mun þá ríkisstjórnin eða stjórnar meirihlutin í þinginu, þingmeirihlutin, hvernig mun hann bregðast við því? Mun hann fara að beita 71. greininni aftur og aftur? Það ein leið, því að væntanlega getur þingmeirihlutin ekki setið hegjandi undir því að þingstörfunum þau séu sett í fullkomna upplausn. En nákvæmlega hvernig Ákveðum mætti það ekki gerast. Þú ert að vísa í þingin hérna í kringum okkur, það sem tekið fyrir alvarleg mál og það bara samkomlega í þinginu að við skulum verja svona 4-5 tímum í umræðum þetta. Ákveðum mætti ríkisstjórnin ekki bara segja það að við reiknum með að verði svona 4-5 tímar í umræðum þetta, svo bara beitum við 71. Hún getur alveg gert það. Það væri allt vitlaust. Það væri það er allt vitlaust, sko, eða gerir ég ráð fyrir, sko, en hérna þetta annað scenarióið, eða sviðsmyndin, að þetta leiði bara til þess að það verði, sko, miklar skærur milli stjórnar og stjórnarandstöðu allt næsta haust. Það held ég reyndar að gagnist engum. Hin leiðin svo að setjast niður og reyna að koma sér saman eitthvað eins og Smári var að nefna að það sé bara afmarkaður tími og að menn hérna ná í einhvers konar sátt það að færa okkar þingsköp og hérna vinnubröð í þinginu í áttina að því sem að gerist á Norðurlöndum. Og bara í samskipti fólks. Í samskipti fólks. Við bjóðum þeir hérna í eitthvað spjall og svona og við veitum svona sirka hvað ætlum að vera lengi. Ég ætla ekki að halda það til miðnætti setna með einhverjum spurningum. Þú ert nú víst til þess. Ég tek þessu orði mjög varlega. Hann gerir fólk þetta í alls konar stjórnum og alls konar fundum og ráðstörnum. Það er svona að talað við ætlum að sirka að eyða þessum tíma í þetta. Sko, það hefur náttúrulega verið bent á það að í fyrirtækjum, opinberum stofnunum, þá hafa menn svona nútímavætt vinnubrögðin og endalausir langir fundir sem að enginn veit hvenær enda, þeir meira og minna heyra sögunni til og mér skilst meðal annars í borgarstjórninni Reykjavík, þá hafi þetta verið raunin. Þannig að Alþingi situr, held ég, dálítið eftir með það að vera með þessi gömlu í rauninni fáránlegu vinnubrögð sem að þýðir það að það ekki hægt að skipuleggja neitt. Menn vita ekkert hvað verður á dagskrá á morgun, menn vita ekki hvort að frumvarp sem á að vera klukkan 3 verður klukkan 3 og þetta náttúrulega eru bara óskipulögð og kjánaleg vinnubrögð og í rauninni það sem að kannski svona yngri þingmenn hafa kannski meiri áhyggjur af og konurnar hafa meiri áhyggjur af heldur en gömlu kallpungarnir eins og ég bara það að þetta gerir, það að vera með þetta í núverandi formi, það gerir Alþingi að mjög ófjölskylduvænum vinnustað. Það að segja að venjulegt fólk, venjulegir þingmenn geti bara sínum fjölskyldum og þeir geti gengið að því vísu að það sé bara verið að funda í þinginu frá 9 til 5 eins og gildir í mjög mörgum þingum, ekki öllum. Þessi ósiður að vera á kvöldin til dæmis hefur lifað í breska þinginu og hérna þetta náttúrulega mjög karllægt sjónarmið, sko. Og hérna ég held að það sé en eitt sem Bretarnir með að þeir geta verið skemmtilegir það átti ekki við þetta málþóf því miður. Nei, Bretarnir, það var enginn þarna að reyna að vera skemmtilegur. Þegar ég var yngri þá hafði ég mjög gaman að umræðum í breska þinginu því þar voru með svo kjaftforir og þeir voru oft fyndnir og skemmtilegir
Eftir því sem að ég hef orðið eldri, þá hefur aðdáun mín á breska þinginu minnkað með hverju árinu, en það er langt síðan að ég komst að þeirri niðurstöðu að sko skemmtileg þing eru sennilega yfirleitt vond þing, en leiðinleg þing eru farsæl og góð þing og vísa þá sérstaklega til Norðurlandana þar sem að það er nú ekki beinlínis háreisti En ég finnst hérna núna, við erum svona lýðræðis halli á þessu, ríkisstjórnin er með 37 þingmenn, stjórnarandstaðan með 26 og þessi 37 verða að beygja sig undir hina 26. Já, ég meina það er sko fólk kaus það ekki sko. Nei, fólk kaus það ekki og það er náttúrulega grundvallaratriði þegar að ný ríkisstjórn kemur til valda á grundvelli tiltekinna kosningaloforða að hún fái ráðrúm til þess að koma sínum helstu málum í gegn. Hún á ekki að þurfa að svíkja kosningaloforðin sín vegna þess að stjórnarandstaðan banninni. Eins og Flokkur fólksins er að gera núna. Eins og Flokkur fólksins er að gera núna með almannatryggingunum, með staðfestingunni á samningi Sameinuðu þjóðanna. Já, það hefur verið komið í veg fyrir það núna á þessu þingi að þessi stóru mál Flokks fólksins fari í gegn. Mér hefur hins vegar sýnst að Flokkur fólksins sé ekkert sérstaklega æstur yfir því. Það er að segja að hann er að minnsta kosti ekki að ásaka félaga sínir í ríkisstjórninni fyrir það að félagarnir í ríkisstjórninni hafi brugðist honum. Í staðinn heyrist mér að úr þeim herbúðum að þau segi bara þetta var bara afleiðing af þessu málþófi og nú göngum við bara í það í haust að koma þessum málum Flokks fólksins í gegn. Þannig að ég hef ekki séð nein merki þess að þetta málþóf stjórnarandstöðunar og þessi harka hafi á nokkurn hátt minnkað samstöðuna innan ríkisstjórnarinnar þó það sé náttúrulega alveg ljóst að ýmsir í stjórnarandstöðunni hafa sérstaklega verið að höggva í Flokk fólksins og reyna svona að tosa Flokk fólksins svolítið frá hinum flokkunum í stjórninni, en mér hefur sýnist að það hafi bara ekki. Það var nú sérstaklega svona eftir áramótin sem var áhersla lögð á að sækja Flokk fólksins sem svona veika hrekkin en varðandi það sem Flokkur fólksins segir núna, Inga Sæland setti hann á Facebook svona sem hann var að fara yfir þetta og tala þú veist að þeir hefðu náð þessu en svo verði fólk bara að bíða. Þú hefur fylgst með það sem að verið að semja þinglok og þetta er ekki fyrsta skipti sem er bara stórum málum bara kastað fyrir vagnin. Kastaða vagninum. Það hefur oft gert. 2023 að þá var nú bara allt inn og loka þinginu þarna hjá Katrínu og Bjarna og bara eiginlega ekkert mál afgreitt. Það var nú eiginlega svolítið skondið því að stjórnarandstaðan hefur verið að svona hnýta í kristrúnu fyrir að vera fyrst í forsætisráðherranum sem get ekki samið þinglok. Og Katrín hafi verið svo rosalega lagin við að semja. Það var ekki þá allavega. Og Katrín var náttúrulega mjög lagin við að semja. Hún hefði náttúrulega aldrei haldið út þessari gríðarlega sundurleitu hugmyndafræðilega sundurleitu ríkisstjórn nema hún væri mjög góð í að semja. En þarna 2023 sem hún nefnir, þá var þinginu slitið, eiginlega fyrirvara lítið. Það var ekki vegna þess að Katrínu hefði ekki tekið til að semja við stjórnarandstöðuna, það var vegna þess að það var engin sátt innan ríkisstjórnarinnar. Til þess að losna bara við sem sé að allt færi í hund og kött milli þingmanna Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins sem að studdu þá ríkisstjórn, að þá var ákveðið að reyna að kæla svolítið málið og láta menn svona blása út fram á haustið. Ég ætlaði að spyrja þig varðandi það sem Inga er að segja. Svo förum við bara núna og við munum bara mæta í haust og þetta hafa fleiri en hún sagt áður. Það sem hefur verið lokað svona, þetta hefur aldrei gerst. Það hefur aldrei gerst að allt í einu mæti þinga hausti og verður rosalega starfsamt og afgreiðið mál. Það hefur bara aldrei gerst. Nei, en við verðum líka að hafa það í huga að þessi gríðarlega löngu málþóf eru tiltölulega nýtt fyrirbæri. Hér ef við förum 50 ára, 60, 70 ára aftur í tíman, þá voru málþóf. En við sjáum sko að til að mynda þegar að þessari grein, 71. grein var beitt 1959, þá hafði það málþóf ekki staðið í 100 tíma. Ég man nú ekki alveg töluna en það var innan við 10 tímar af en samt var því beitt.
Þannig að málþófið eftir breytingun á þingskapalögunum 2007 þegar að eilífðarvélin var sett í gang og málþófið hægt að halda áfram endalaust, að síðan þá hefur þetta versnað mjög mikið. En það alveg rétt sem Smári segir sko að menn hafa ekki, það hefur ekki tekist að gera þetta eins og sem sé að keyra bara allt í gegn á haustþingi, en hins vegar sem sé núna þá munum við kannski fá nýtt jafnvægi og vegna þess að nú hefur línan verið dregin í sandinn, 71. greinin hefur verið virkjuð og þess vegna myndi ég ekkert útiloka það að ríkisstjórninni tækist núna að koma til dæmis þessum málum flokksfólksins í gegn í haust. Það kann vel að kosta einhver átök, það kann vel að kosta það að það verða að beita 71. greininni aftur, en ég á erfitt með að sjá að ríkisstjórnin ætla að sætta sig við það að stjórnarandstaðan hafi neitunarvald það hvort að þessi frumvörp sem að flokkur fólksins ber sérstaklega fyrir brjósti, hvort að þau komast í gegn eða ekki. Þannig að ég held eins og kannski til að mynda kollega minn Eiríkur Bergmann hefur verið að tala að sko staðan algjörlega breytt. Þannig að menn eiga bara eftir að finna svona nýtt jafnvægi í þingstörfunum. En sko, mér finnst bara svona sem svona borgara í þessu landi að mér finnst sko vera að snúa raunlega mjög ákveðnum kosningaúrslitum við að fólk vildi þetta og mikil hamingja með þessa ríkisstjórn sem var mynduð, svo koma bara Bergþór og Sigmundur Davíð og Ég velti því fyrir mig að hlusta á þetta, hvort að fólk í miðflokknum og Sjálfstæðisflokknum og sömuleyti í Framsóknarflokknum liti svo á að það mega vera stjórnarskipti á Íslandi, en ný stjórn má ekki setja í ykkur lög sem í andstöðu við þá sem helst fara með völdin í íslensku samfélagi, sem náttúrulega fyrst og fremst SFS og svo Samtök atvinnulífsins og Viðskiptaráð. Þannig að ég var að velta fyrir mig sko hvaðan sækjaður þessa sannfæringu sína að geta bara stoppað eðlilegan framgang lýðræðisins. Það vegna þess að þau telja að það að lýðræði nái fram að ganga með þessum hætti setji bara einfallega Íslands samfélagi í háska. Við megum ekki setja nein lög sjávarútveg nema í sátt við útgerðina. Já, það náttúrulega sko þannig að tveir af þessum þremur stjórnarandstöðuflokkum, Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn, eru gömlu valdaflokkarnir á Íslandi og þeir eru náttúrulega vanir því að þeir fái að ráða svona öll megin mál. Vinstri stjórnir án Sjálfstæðisflokksins hafa verið tiltölulega óalgengar. Stjórnarandstaða Sjálfstæðisflokksins gagnvart þessum vinstri stjórnum, bæði vinstri stjórnin í 71, Ólafs Jóhannessonar, og vinstri stjórn Jóhannu var mjög harkaleg. Og Helgi Bernódusson hefur bent á það í sínum skrifum að málþófi í gegnum söguna, eða það byrjaði eiginlega á árunum að einhverju gagni á árunum í kringum 1930 og Helgi lýsir því að það hafi fyrst og fremst verið gagnvart vinstri stjórnum, gagnvart flokkum sem að vildu gera róttækar breytingar á þjóðfélagsgerðinni og Sjálfstæðisflokkurinn taldi það svo hættulegt að hann sem sé beitti málþófi og Helgi segir reyndar að allar götur síðan þá hafi málþófi verið beitt meira gegn vinstri stjórnum, það að segja stjórnum það sem Sjálfstæðisflokkurinn ekki heldur en gagnvart öðrum stjórnum. Ég hef ekki nákvæmar mælingar á þessu en ég hef enga ástæðu til annars en treysta þessu. Og ástæðan svo að Sjálfstæðismenn líta svo á að það að þeir séu ekki stjórn og vinstri flokkarnir í stjórn eins og þeir myndu orða að það í sjálfu sér eins konar valdarúm og þess vegna til þess lykilsetning sem að Bjarni Benediktsson sagði í skilið lyklunum sem hann sagði í stjórnarandstöðunni við ríkisstjórn Jóhannu Sigurðardóttur þar sem hann fannst bara óeðlilegt að þessi flokkar væru með stjórn landsins og sumuleyti finnst mér endurómurinn af þeirri stjórnarandstöðu sem að ég man ekki 71, ég var ungur þá en mér finnst endurómurinn af þeirri stjórnarandstöðu eru komin aftur þar sem að var eiginlega allt
gert til þess að láta líta svo út að þetta væri bara vanhæft fólk, það kynni ekki til verka og væri eiginlega bara hættulegt að hafa þau í stjórnarráðinu. Og það kannski ég með alveg að spyrja eitt sem að maður tekið eftir, sem að byrjaði svolítið í síðustu viku, því að þú sagðir að í upphafi stjórnarráðstöðuna hafi verið svolítið hoggið á Flokk fólksins. Ég held að þegar fór að líða vorinu og fram eftir sumri þá hafi verið svolítið spjótunum beint að Viðreisn að þetta væri sko skattabreitingar og það var svona hægri gagnrýni frá þessari hægri stjórnarráðstöðu. En svo gerðist það núna í vikunni að öll spjót beinast að Kristrúnu Frostadóttur. Það sem byrjað að halda því fram að það sé bara eitthvað við karakterina sem veldur því að hún geti ekki klárað þingið. Hún svona vantar ekki í hana grindina eins og sagt sko. Þetta straight A student alltaf efst í bekknum og kann þetta allt saman og enginn frýr henni vits. En hún hefur bara eins og það fólk oft sem óvinnu gáfað og klárt og hefur staðið sér vel í skóla og svona, alveg ófær í mannlegum samskiptum. Og þá byrjað að eiginlega sko áróðurinn frá Bakarbyrgjum Valhallar sem að maður heyrir oft í þessum endalausu hægri podcastum sem að menn eru eiginlega bara útvarpa því sem að maður heyra á ritstjórnarfundum í Morgunblaðinu, allur þetta að hún sé eiginlega bara óhæf til að vera forsætisráðherra. Sem svipað og ef þú rifjar upp hvernig var í andstöðinu við Jóhannu Sigurðardóttur, það var talað þannig að hún var eins og alveg út úr hól, sagði Davíð Oddsson á landsfundi Sjálfstæðisflokksins, sem var nákvæmlega sama, þetta væri eiginlega bara óhæfar konur til þess að fara með þetta starf sem að við kallanir eigum að sinna. Já, og menn geta náttúrulega sko lýst alls konar skoðunum og innræti keppinu þetta sinna í pólitík. Hins vegar þá sko held ég að það skipti sko hvað sem nú rétt um hvernig Kristrúnu gengur í mannlegum samskiptum sem að ég veit í sjálfu sér ekkert mikið að þá skiptir miklu meira máli hvernig Kristrúnu gengur í samskiptum við samstarfsflokkar sín í ríkisstjórninni. Hvort að hún getur átt í góðum mannlegum samskiptum við Þorgerði Katrínu og við Ingu Sæland. Það skiptir miklu meira máli heldur en það hvort að hún getur verið í góðum mannlegum samskiptum við leiðtoga stjórnarandstöðunnar og af því varst nú að fara aftur á baki söguna. Ef við lítum á ríkisstjórnina, vinstristjórnina 1971 þá gerði það Sjálfstæðisflokknum við þeirri stjórn auðveldara fyrir að það var bullandi ágreiningur innan ríkisstjórnarinnar. Og á endanum 74 sprakk sú ríkisstjórn og Ólafur Jóhannesson rauf þingið. Sjálfstæðismenn töldu reyndar á þeim tíma að það væri stjórnarskrárbrot, en það var gert. Og svo myndaði Sjálfstæðisflokkurinn stjórn með Ólafi eftir kosningarnar. 1900 í vinstri stjórn Jóhannu, þá gerðist það líka tiltölulega snemma á ferlinum. Ekki bara það að stjórnin tapaði mjög mikið stuðningi almennings, heldur brutust þar út gríðarlega deilur milli stjórnarflokkanna og milli ráðherranna. Ögmundur var að segja af sér og kom aftur inn í stjórnina. Margir vinstri grænir hurfu úr þingflokknum og síðasta árið eða svo var þessi stjórn VG og Samfylkingarinnar sem að hafði verið meirihlutastjórn, þá var hún orðin minnihlutastjórn og varði í rauninni að styðjast við svona stuðning frá einhverjum þingmönnum borgarhreyfingarinnar eða hreyfingarinnar held ég að hún hafi verið farið að kalla hana þá. Þannig að í rauninni, ef við erum að velta Sigmundur Davíð var nú að spá því í dag að þetta því banabiti ríkisstjórnarinnar, þetta breytingin á 71. ákvæðinu. Sko, það getur auðvitað vel verið. Sigmundur Davíð nú oft með skemmtilega spátuma. Hann kallaði nú eftir að Katrín Jakobsdóttir gerða forsætisráðherra. Já. Hann kann að búa til fyrirsögnir og veit hvernig íslenski fjölmiðlar láta það. Hann náttúrulega kann margt fyrir sér í pólitík, hann Sigmundur Davíð. En í rauninni það sem að ég held að muni skilja milli feigs og ófeigs fyrir þessa ríkisstjórn hvort að Kristrúnu og hinum tveimur valkyrjunum sem kallaðar eru og sem við telja nú mikið rangnefni að hvort að þeim tekst að halda einingu innan ríkisstjórnarinnar og hingað til eru engin merki annað
en að það takist, það náttúrulega gjör ólíkt því sem við höfðum á síðasta kjörtímabili í seinni ríkisstjórn Katrínar. Samkomulagi þar var fínt á fyrra kjörtímabilinu, en það voru þau nú þá mikið að fást við COVID sem þau voru sammála og þjóðin var sammála það að þjóðinni hefði tekist mjög vel upp í baráttunni við COVID. En svo fór allt í hund og kött á seinna kjörtímabilinu. Jú, en samt manstu, það var alltaf að tala að vera svo gott samkomulag á milli Katrínar Bjarna og stundum að Sigurður Ingi nefndur. Já. En það var samkomulag þeir náðu engu í gegn, sko. Þau voru löngu búin að missa, hvert fyrir sig var búin að missa sitt bakland og þetta var samkomulag sem að náðu ekki til þess að gera neitt, sko. Já, það dögði hins vegar. Það var ekki að vera gott samkomulag á milli þeirra. Það gildi ekki fyrra kjörtímabilinu. Nei, það sem gerðist á fyrra kjörtímabilinu var það að stjórnin náttúrulega að sem sé venjuleg pólitík var tekin úr sambandi. Þannig að það má alveg segja að stjórnin var ekkert að koma neinum stórum málum í gegn vegna þess að öll áherslan var bara á COVID. Og það var sem sé, þess vegna kom hugmyndafræðilegi ágreiningurinn sem að láguð við undir niðri milli Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins sérstaklega. Þess vegna kom hann ekki fram vegna þess að menn voru að berjast við sameiginlegan óvin. Þegar að COVID farið úr sögunni og kemur inn á annað kjörtímabilið, þá náttúrulega kemur bara í ljós að þetta góða samkomulag sem menn töluðum og ég hef enga ástæðu til að efast að hafa verið rétt milli Katrínar, Bjarna og Sigurðar Inga, að það dugði bara ekki til þess að hafa hemil á stjórnarþingmönnum, Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins. Þeir fóru bara í mjög svona harkalegt skítkast, ekki við stjórnarandstöðuna, heldur við hinn stjórnarflokkinn. Má ég aðeins að því að vera að tala hvernig þið verið að grafa undan Kristrúnu og ef við horfum aftur til Jóhönnu þá fekk hún svona útrið frá Sjálfstæðisflokknum að tala hana og það oft búið að tala villikettina í VG og fleira en það má ekki gleymast að þetta hafði áhrif á samfylkinguna. Svona síðasta 1,5 árið í ríkisstjórninni var orðið mikil óeining í samfylkingunni og samfylkingin og kannski hægri kratandi þar inni fóru að leita að einhverju leiðtoga sem að myndi hugnast Sjálfstæðisflokknum til þess að minnka þetta, ég held að það hafi verið þannig þannig að það gróf undan því en kannski eru þeir að reyna að beita þessari sömu aðferð á þessa ríkisstjórn því að grafa raunverulega undan Kristrúnu í vonum að einhverju því að stjórnmálun er alltaf fullt af fólki með alls konar metnað og eitthvað fleira þótt að staða Kristrúnar er reyndar mjög sterk í íslensku stjórnmálum staða Jóhönnu Sigurðardóttir til dæmis í febrúar 2009 var náttúrulega feiknasterk alveg bara ótrúleg en það verði ekkert úr henni á endanum. Það sem gerðist í Jóhönnu stjórninni var að hún færðist mjög mikið í fang og í rauninni svona eftir á að hyggja þá var hefði nú einhver talið að það væri nægilegt verkefni fyrir þá stjórn að endurreisa íslenska hagkerfið, íslenska kapitalismann sem að þau gengu í og fóru bara eftir ráðleggingum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Hins vegar var stjórnin líka með stjórnarskrármálið og fleiri stór mál og sérstaklega í þessari málþófshefð meðan hún var ekki stoppuð og það má lesa mjög fróðlegt, ég var að lesa það í gær svolítið í bókinni hans Össurar Skarphéðinssonar Ár Drekans að það er að lýsa töluvert hvernig kaupin gerast á Eyrunni út af málþófinu, hvernig það þarf að semja mál skiluru og hvernig mörg mál ríkisstjórnarinnar komast ekki gegn út af þessu en sem sé það er annars vegar hún færðist kannski mikið í fang það var ósætti innan stjórnarflokkana og síðan skipti auðvitað máli að á kjörtímabilinu þá hrundi stuðningur við ríkisstjórnina tiltölulega snemma og samanlagt fylgi stjórnarflokkana í skoðanakönnunum var komið mjög neðarlega. Reyndar hefur þessi þróun með ríkisstjórnir að það fjari hratt undan stuðningi við þær og að stjórnarflokkarnir sameiginlega tapi verulegu fylgi að það hefur gilt allar ríkisstjórnir frá hruni. Eina ríkisstjórnin hingað til eftir hrun sem að hefur tekist að snúa þessu við var fyrir ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur. Og þessi ríkisstjórn eru ekki mist fylgi? Nei, og þess vegna held ég í rauninni sem gilur og það sé í rauninni tvennt sem að ég held að stjórnarandstaðan sé engin sérstök ógn við þessa ríkisstjórn. Ógnin er fyrst og fremst sú að það geti orðið einhverju brestir í stjórnarsamstarfinu
illindi milli stjórnarflokkana og það sé ég ennþá engin merki. Og hitt sem að gæti reynst henni erfitt að ef að fylgir við þessa ríkisstjórn, bæði stuðningur við ríkisstjórn í heild og stuðningur við stjórnarflokkana í heild fer eitthvað langt niður, að þá geti menn orðið órólegir í stjórninni. En það ég held í rauninni að það sem að væri hennar, það helsta sem að gæti eitthvað ógnað henni, væri annars vegar sem sé innbyrðis illindi og hins vegar það að menn ættu erfitt með að taka því ef að fylgi stjórnarinnar og samanlagt fylgi stjórnarflokkana fer að lækka eitthvað verulega. En eins og Smári segir, það hefur ekki gerst ennþá. En miðað við reynsluna frá hruni, þá mundi maður auðvitað búast við því að á næstu mánuðum eða árum þá sækti í það far. Ef að það gerist ekki, ef að þessi ríkisstjórn heldur bara vinsældum sínum eða stuðningnum og stjórnarflokkarnir halda áfram að vera með svona helmingsfylgi eða eitthvað svoleiðis, þá það nýtt í íslensku stjórnmálasögu. Næstu í okkar heimsluta þessi missirinn, nema helst kannski Meloni á Ítalíu? Já, það náttúrulega eins og menn hafa verið að tala og við skrifum meðal annars í grein sem við skrifuðum í stjórnmál og stjórnsýslu sem erum með íslensku kosningarannsóknina kosningarnar 2024 sem að snýrust fyrst og fremst efnahagsmál að það sem kallað cost of ruling eða kostnaður við að vera í stjórn, að hann hefur reyndar verið fyrir hendi í einhverju mæli í flestum Vestur-Evrópuríkjum alveg frá 1945, en hann hefur verið að aukast og núna eins og menn hafa verið að í öllum kosningum 24 að þá mjög víða þá gerðist nákvæmlega það sama að sitjandi stjórnarflokkar töpuðu, það einhvers konar þreyta með stjórnina, menn kjósendur eru greinilega að gera kröfur til stjórnarflokka að þeir skaffi eitthvað sem að stjórnarflokkarnir geta ekki skaffað. Og það það sem að kannski kjósendur Flokks fólksins munu helst horfa á hann. En mér sagt að það podcast vinsælt podcast í bænum sem að kallar umræðuna þetta stúdíó, Sólbollu stúdíó, það svo heitt þetta. Ég sem að slá á hleypa þér út á stuttbuxunum út í góða verið og við ætlum að fara niður á Austurvöll þar sem að María Lilja tók mótmælendur tali í dag þar sem var að vera að mótmæla hingað komu hennar Úrsulu von der Leyen. Það svo heitt í stúdíu að maður gleymir þessu. En við skulum heyra hvað gestur og gangandi á Austurvelli sögðu í dag. Byrja á að fá full nöfn. Á ég að byrja. Jóna Benediktsdóttir. Hvers vegna þú á Austurvelli í dag? Af því að ég held að rétt eins og öllu venjulegu fólki þá ofbýður mér þessi framkoma Ísraelsmanna á Gaza og það hvernig alþjóðasamfélagið samþykkir hana með þögn. Og ég reyna að láta heyri mér. Já, og hvernig gengur? Það gengur náttúrulega ekki neitt, en maður verður samt að reyna, maður verður að láta vita að þetta sé ekki það sem maður er samþykkur. Nú er Úrsula von der Leyen á leiðinni, og aðver virðist í umboði íslenskra stjórnvalda, hvað finnst þér það? Mér finnst það bara ömurlegt. Mér finnst bara að við eigum, ég myndi vilja að við myndum setja viðskiptabann á Ísrael og alla sem samþykkja framferði Ísraelsmanna. Ef ég fengi að ráða þá það gert. Það finnst þér að íslensk stjórnvöld séu með þessu að samþykkja framferði Ísraelsmanna? Já, þau eru að gefa svona gult ljós, þau eru að segja að þetta er allt í lagi, við látum okkur hafa þetta. Við erum í samskiptum við ykkur þrátt fyrir að við samþykkjum þetta. Svo Ríkiskaup gáði það út daginn að ætla að halda áfram í viðskiptum við Rapid, þannig að það virðist einhvern veginn ekki ætla að skila sér, hvorki kröfur sniðgöngu, ég bara stjórnarsambandslit
slit? Nei, það ekki að skila sér. Það bara eins ánað og ég með þessa ríkisstjórn, þá ég mjög óánað með þetta. Og það fara að heyrast hér í dag? Já, það fara að heyrast hér í dag, af því að ég bý á Íslandi og ég get látið að heyrast ef mér ekki saman með það. Takk fyrir þetta. Og ég grípa þig hérna, kannski byrja að fá fullt nafn. Ég heiti Hjörtur Hjartarson. Hvers vegna ert þú hérna, Hjörtur? Ég hérna bara til þess að mótmæla þessu framfyrir Ísraelsmann á Gaza. Og þú ert væntanlega búin að fylgjast með þessu lengi, þessari deilu, ef svo mætti kalla? Deilu, já. Það búið að blasa við heimsbyggðinni núna í mánuðum saman og í rauninni held ég að þetta sé áfall fyrir mannkynið að þetta skuli geta gengið og lýsi kannski einhverju leyti svona hvað alþjóðakerfið orðið veikt. Hvernig finnst þér sú staðreynd að Ursula von der Leyen sé á leiðinni hingað til lands í vikunni? Já, það bara staðreynd og það þá tækifæri fyrir ríkisstjórn Íslands að lýsa yfir skoðun sinni á framferði Ísraelsmanna á Gaza og að krefjast þess að Evrópusambandið, framkvæmdastjórnin, taki til máls og taki ærlega afstöðu til þess sem að gera það og siðlega afstöðu. Þú talar að alþjóðakerfið sé orðið veikt, en skilar það þá einhverju í sjálfu sér? Já, ég meina það ekki hægt að hætta. Það ekki hægt að fara bara heim og leggja sig að því að þetta sé eitthvað vonlust. Það bara ræfildómur og siðferðilega óréttlætanlegt að leggja bara upp laupan. Okkur ber ákveðin skylda í þjóðarmorði og finnst þér svona íslensk stjórnvöld sé að sinna þeirri skyldu? Nei, mér finnst þau þurfa að ganga miklu hreinlegar til verks. Takk hérlega fyrir þetta. Kannski byrjum á að fá fullt nafn. Sveinn Rúnar Hauksson. Sveinn Rúnar, hvers vegna eru þið samankomin hér í dag? Samankomin til þess að mótmæla komu þessa foringja Evrópusambandsins og auðvitað snýst það ekki bara hana, það snýst stefnu Evrópusambandsins eins og þeir hafa verið og haga sér gagnvart Palestínu. Evrópusambandið og sérstaklega þessi foringi sem að koma hingað, hún hefur verið eindreginn stuðningsmaður Ísraels og réttar Ísraels til að verja sig eins og það heitir. En það réttur meðal annars til að fremja þjóðarmorð á palestínsku þjóðinni og halda beinlínis uppi útrýmingarherferð. Því þetta ekkert stríð. Fólkið hefur það engin her á móti Ísraels her. Það eru andspyrnuhreyfing og andspyrnuhópar en þessu engu saman að líkja. Nei, þetta útrýmingarherferð sem að fer fram algjörlega fyrir opnum tjöldum. Því að forystumenn í Ísraels stjórn, í ríkisstjórninni, þeir tala algjörlega opinskátt þetta. Og nú við að undirbúa að opna sérstak eins og þeir kalla mannúðarreit í Rafa, þar sem á að safna saman 800.000 manns og það liggur alveg beint fyrir að þetta fólk getur ekki verið þarna neitt. Það engin aðstæða til eins né neins. Það getur bara dáið þarna eða það getur samþykkt að vera flutt úr landi. Þetta eru nauðungarflutningar fólksins úr landi. Og þetta stefna eins og ég segi sem að í raun og veru hefur verið í gangi alveg í 77 ár eða frá því Ísraels ríki var stofnað. Þá fór helmingur þjóðarinnar á flóttan undan hryðjuverkum og stríðsklæpum. Það hét ekki Ísrael því það var ekki búið að stofna Ísrael, en það voru gyðingar og hryðjuverkasamtök þeirra sem að raunar foringjar þeirra áttu allir eftir að verða meir og minna forsætisráðherrar í landinu, eins og David Ben Gurion, Golda Meir, Begin, Shamir. Þetta eru helstu foringjar framan af, áður en svona maður eins og Netanyahu kemur til sögunar, sem náttúrulega alveg einstakur og hann leiðir til valda verstu öflin sem til eru í Ísrael. Og þetta finnst þeir Ursula von der Leyen taka undir? Hún
undir þetta allt, hún réttlætir þetta allt og Evrópusambandið það leggur til bæði stjórnmálalega vörn, pólitíska áróðuslega, efnahagslega, viðskiptalega. Það hefur haft Ísrael að forréttindavini í viðskiptum og síðast en ekki síst hernaðarlega. Helmingurinn af sprengjónu sem hafa verið að falla á Gaza kemur frá Evrópu. Það semst ekki bara Bandaríkin, það ekki bara Ísrael, það líka Bandaríkin og það líka Evrópusambandið með fáum undantekningum. Nú myndi einhver segja að með heimsókn hennar hingað þá gæfi svona tækifæri til þess að koma ákveðnum sjónarmiðum að. Telurðu að það sé rétt? Finnst það ekki, mér finnst þetta ámót og rök og þegar verður að tala um það að við getum ekki slítið stjórnmálasambandi við Ísrael sem væri meiriháttar gjörningur og myndi hafa áhrif allan heim, rétt eins og það hafi áhrif þegar við erum fyrst þjóða til að viðurkenna Palestínu. Við vorum ekki að bíða eftir neinum þá. Og það eins núna að með því að slíta stjórnmálasambandi við Ísrael þá erum við að gera eitthvað sem skiptir máli. Og ég held að þetta með að fá hana til að ræða málið við hana og útskýra, gott og vel ef við gera það, að útskýra þessa sögu að frá fyrstu tíð hefur Ísland stutt rétt Palestínumanna bara tilverurétt þeirra til mannréttinda og frelsi. Þetta var gert fyrst með samhljóða ályktun 1988 og þar á með rétt palestínsks flóttafólks til að snúa heim aftur. En þetta gleymist kannski, svo kemur ályktun, hún líka samhljóða hér 2011, 29. nóvember. Það var mikilvæg dagsetning. En nú, að því að þú nefnir flóttafólk, nú lítur út fyrir að staða flóttafólks frá Palestínu sé ekkert endilega svo sterk á Íslandi, þetta ekki fólk í forgangi, þau þurfa að bíða lengi eftir fjölskyldusameiningum og nú liggur fyrir að það fær engin Palestínumaður ríkisborgararétt að þessu sinni. Hvað finnst þér um þessa forgangsröðun? Þetta er bara skammarlegt og bara þú ert að nokkuð lítið að segja mér fréttir. Ég hef ekki alveg fylgst nógu vel með þessu allra síðustu daga en þetta átt að gerast núna á þingi að einhverju fengju ríkisborgarar. Já, 50 manns, þetta var nú kom bara á síðuna áðan, þetta hefur ekki verið samþykkt en það eru komnir þessir 50 aðilar sem að koma til greina. Þessi afstaða að galopna ekki dyrnar fyrir flóttafólki frá Palestínu, bæði frá Vesturbakkann og frá sérstaklega frá Gaza náttúrulega háborinn að skammar og það í engu samræmi við stefnu Íslands og það örugglega í engu samræmi við hug stórs meirihluta þjóðarinnar. Já, þó að sé kannski ekki íkja margir hér í dag, þó að sé kannski ekki íkja margir sem komi hér með mjög stuttu fyrirvara hásumar í 27 stiga hita, að þá þetta nógu margir til að minna á okkur og til að minna á þennan málstað. Og við getum alveg verið vissum um séðalegt í skoðanarkonunum að málstæður Palestínu hann á teiknarkildi hér á landi í fáum stöðum meira. Það svo sem bara ekki nóg. Það bara ekki nóg vegna sem það sýnir sig ekki sýttir dæmis í Arabalöndunum þar sem að nánast hver einasti maður hjarta hans nær með Palestínu. Það ekki spurning það en ríkisstjórnirnar þarna, emírarnir og soldánarnir og þessir kallar sem eiga allt og ráða öllu þeir eru bara í handagæðrinu hjá kannanum og fá vopn þaðan og allir að reyna að spila með kannanum og bíða eftir því bara að koma á eðlugum samskiptum í Ísrael. Takk fyrir þetta, Sveinn Rúnars. Takk sömuleiðis. Kannski byrja á að fá fullt nafn. Ég heiti Harpa Henriksdóttir. Og hvers vegna ert þú hér í dag? Ég bara, eins og fleiri, mér bara ofbýður gjörsamlega hvernig Ísraelsmenn haga sér og að við skulum styðja þetta ömurlegt. Og nú er Úrsula von der Leyen á leiðinni. Hvað svona finnst þér að hún sé hérna í umboði íslensku stjórnvalda? Sko, mér finnst það ömurlegt og mér finnst bara svo sorglegt að við skulum vera stödd þar að þetta skuli að við skulum vera bjóðin í heimsókn.
Það er fullt af öðru frábæri fólki sem getur örugglega sinnt því sem hún er að gera. En hvað ykkur myndi segja, já, kannski skapast tækifæri til þess að svona koma ákveðnum skoðunum á framfæri. Ef þú fengir tækifæri til þess að tala við Ursulu von der Leyen, hvað myndir þú segja? Ég held ég myndi ekkert vilja að tala við hana. Nei, en þú veist, ég held ég myndi ekki vilja að tala við hana. Ég held að sé búið að segja þetta við hana, hún vill bara ekki heyra það. Og hvers konar svona svip finnst þér þetta svona að setja á íslensk stjórnvöld? Mér finnst þetta pínu skítugt. Svo við erum pínu að skýta okkur út með þessu. Takk hérlega fyrir þetta. Má ég spyrja þig hvers vegna þú ert komin hingað í dag? Já, ég gæti alveg verið hálfgerðingur íslensk friðarsinna. Við Íslendingar höfum lagt metnað okkar í það að aðstoða fólk í neyð víðs vegar heiminn. Við höfum gjarnan verið fyrst á staðinn, með þeim fyrst á staðinn. Mannúðaraðstoð hefur verið okkar aðalsmerki. Það var viðsnúningur ekki alls fyrir löngu þegar að mannúðaraðstoð breyttist í vopnakaup sem að Þórdís hefur ekki að öllu leyti gert grein fyrir. Hvaðan hún fékk peninginn og hún þarf þetta að vísa í eitthvað. Við Íslendingar eigum að halda okkur algjörlega á þessari línu við erum friðarsinnar. Ursula er þjóðverji. Það er ekki neitt rasískt að segja að hún sé þjóðverji, en þjóðverjar hófu fyrstu og aðra heimsstyrjöldina og að ég best veit þá var faðir hennar, þú kannski googlar það, hefur það sem innskott, en hann var foringi í flokki Hitlers og að þjóðverjar telji sig hafa eitthvað í friðarviðræður að gera í heimalandi eða á alþjóðavettvangi. Það er ekki einu sinni, það er eiginlega hægt að gráta yfir því hversu mikil þversögn er fólkin í því. En hún auðvitað fer í stríð fyrir frið og menn geta þá aðeins velt fyrir sér hvað er það að fara í stríð fyrir frið. Kærar þakkir fyrir þetta. Get ég fengið fullt nafn? Ruth Stefnis. Takk hérlega fyrir. Byrjum kannski á að fá fullt nafn. Ingólfur, hvers vegna ertu hérna að mótmæla í dag? Ég er að mótmæla komu Ursulu von der Leyen frá Evrópusambandinu. Hvers vegna er vont að fá hana hingað? Já, það er vegna þess að hún hefur margoft sýnt að hún stendur með Ísrael í sínu þjóðarmorði á Palestínu. Og finnst þér íslensk stjórnvöld með þessu vera svona í að varpa ákveðinni ábyrgð á íslensku þjóðina eða með sekt? Já, maður ætti ekki að taka á móti þessum stjórnmálamanni ef maður er raunverulega að reyna að vinna gegn þjóðarmorðinu. Einhver myndi segja að það væri gott að fá hana hingað til þess að koma ákveðnum sjónarmiðum að. Ertu ósammála því? Já, ég þekki að sjónarmiðin, skilur við, það er búið að reyna að koma þeim á framfæri ofta stundum. Við höfum sýnt það með sinni framkomu, sínum orðum að hún tekur ekkert mark á því. Þannig að afstæða er alveg skýr. Heldurðu að svona mótmæli skili einhverju, eru þau að hlusta þarna inni? Já, það er það svona, maður veit ekki. Ég veit ekki hvort það er einhver á minni, sko. Kannski er hún ekki þarna, ég veit það ekki, en þetta er að minnstakosti einhver sýnir leiki, einhver sér þetta, ekki nema að séu túristarnir, sjá kannski að það er einhver afstæða hérna á Íslandi kannski. Takk hérlega fyrir þetta. Kannski byrja að fá full nöfn. Salvör Gullbrá Þórhallsdóttir. Sólveig Hauksdóttir. Hvers vegna eru þið hér í dag fyrir framan Alþingi? Við erum að mótmæla því að Ursula von der Leyen komi hingað til lands þar sem hún fyrir stóra og mikla ábyrgð á því gjöfulega þjóðarmorði sem á sér stað í Palestínu. Akkurat, það bárust fréttir af því að hún væri Ursula von der Leyen
til Íslands í vikunni í boði íslenskra stjórnvalda og þannig mál með vexti að Ursula von der Leyen ekki einhvers konar utanríkisráðherra Evrópusambandsins. En í sinni stöðu, í valdi sinna stöðu, þá hefur hún gengið svoleiðis fram til þess að verja Ísrael frá ásökunum stríðsglæpa þjóðarmorð. Hún hefur beinlínis stutt þjóðarmorðið í verki með sínum orðum og gjörðum. Hún fór til Ísrael 27. október til þess að lýsa því yfir að Evrópusambandið styddi hennar gjörðir sem bara ekki rétt vegna þess að það eru lönd innan Evrópusambandið sem hafa harðlega gagnrýnt hana fyrir þennan stuðning sem í engu umboði. Við Ísland, við erum náttúrulega í miklu samkrulli við Evrópusambandið þó við séum ekki í Evrópusambandinu. Það er forkastanlegt að fá þessa mannskingað á tíma þar sem haldið áfram að svelta og sprengja Gaza. Það eru fjöldamorð hverjum einsta degi. Hún ekki velkomin hingað en Kristrún Frostadóttir talaði eins og verður þessi frábært að fá hana hingað í vinnu heimsókn. Sagan mun dæman þannig að ætti verið að senda hana í alþjóðadómstólinn í Haag en ekki á þingvelli Íslandíka. Einhver myndi segja kannski Kristrún að það væri gott einmitt að fá hana til þess að viðra svona ákveðin sjónarmið við hana. Þið ósammála því að það sé hægt að tala við hana með beinum hætti? Auðvitað hægt að tala um beinum hætti en við erum með bara símasamband og Zoom til þess. Við þurfum ekki að bjóða henni í heimsókn til þingvalla. Nei, og ég lít svo reyndar á að þetta boð að bjóða Ursulu von Leyen hingað sé eiginlega vera að samþykkja hennar aðstöðu til þjóðarmorðsins. Það er undirstrikun á því og því erum við að mótmæla og munum halda áfram. Já. Við munum að minnstakosti reyna að koma þeim skilaboðum til skila að hennar heimsókn ekki í nafni almennings. Almenningur til hópa mjög á móti þessu þjóðarmorði, vill að þessi tekja á því, vill að þessi aðgerðir, vill að fólk sé dregið fyrir dóm sem að taka þátt í og Ursula von der Leyen þarna kemur fast á hæla bara Netanyahu sjálfs í ábyrgð sinni á þjóðarmorði. Það bara þannig. Þannig að þetta eiginlega bara ekki hægt að ræða það á neitt annan hátt. Haldið þið að það sé ykkur þarna inni að hlusta? Nú hafið þið staðið með reglulegu millibili í 20 ára en núna undanfarið kannski næstu því 2 ár samfleytt staðið hér á garginu, ég má bara segja það. Finnst ykkur einhvern veginn að það sé ykkur að hlusta? Já, veistu það, ég held að allir eða þeir sem hafa mætt hér í þessi 2 ár, allt hefur þetta áhrif. Allt. Það getur vel verið að fela sig á bakvið gluggakjöld hérna í húsinu bakvið mig en það heyrist og það hefur áhrif. Og eitt sem setur svona klútum herðar sér, það hefur áhrif líka. Allt hefur áhrif. Ég bara sammála því og að það að við séum og við erum ennþá og við munum ekki hægt að vera það hefur áhrif, það hafði áhrif á síðustu kosningum og fólk kannski hlustar oft mest á það hrættum að tapa sínum völdum þannig að það mun gera það ef það tekur ekki almennilega á þessu þjóðarmorði og ég veit alveg að ríkisstjórn Íslands veit það. Þið vita það. Kannski, veit ekki hvort það hafi séð það nú komið listi yfir þá sem að fengu ríkisborgararétt, það hefur ekki verið samþykkt að mér vitandi akkurat núna en þessi listi liggur fyrir og ég man ekki til þess að hann hafi nokkuð tíma og húnum hafi verið hafnað áður þannig að við svona göngum út frá því að hann hafi verið samþyktur en það var enginn frá Palestínu á listanum. Hvað finnst ykkur þetta? 50 manns? Það sýnir bara hver afstaða þingsins til Palestínu og fólksins í Palestínu. Það gerir ekkert annað. Að sjálfsögðu þó ríkisstjórn Íslands og Alþingi vilji láta sig að gera voða mikið gegn þessu þjóðarmorði. Það var til dæmis aðgerðir eins og að palestínsku fólk sé veitt vernd. Eitthvað auðvelt þau geti gert og væri ekkert margar hræður en þetta var náttúrulega ekki í hug. En það er auðvitað furðulegt. Þó maður fagni auðvitað alltaf þessum veitingum þá er það samt alltaf líka pínlítið skrítið af því að maður hugsar pínlítið skrítið að þurfa að fara í gegnum það kerfi til dæmis eins og í fréttina Óskar sem átti að vísu landi litlu barni að það þurfi að fara í gegnum svona spes heiðurs rétt. Auðvitað ætti þetta bara að vera réttur fólk sem þarf að vera það ekki vera Það var sjálfsagður réttur þeirra sem eru á flótta að vera samþykti hér inn í landinu. Ekki spurning. Takk hérlega fyrir þetta. Takk sem við leiðum. Ég byrja á að fá fullt nafn. Guðmundur Brynjólfsson. Guðmundur, hvers vegna ertu hérna á Austurvelli í dag?
bara því að mér blöskrar ógeðið sem eiga sér stað og mér blöskrar þetta heimboð á þessari manneskju frá Evrópusambandinu, Ursulu von der Leyen, sem bara blóðhundur. Hvers vegna verið að bjóða henni hingað heldur ykkur? Það er vegna þess að ráðamenn hérna í þessu samfélagi, þessar fínu frúr þarna, Sæland og Þorgerður Katrín og Kristrún Frostadóttir, þær eru með það í maganum að komast inn í Evrópusambandið, komast inn í þennan klúbb sem að stendur á fullu á bak við það að það eru börn myrt á hverju minnstu degi. Evrópusambandið er alveg nákvæmlega saman það, alveg nákvæmlega sama og það er allt þetta fólki sem að tala fyrir inngöngu Íslands í Evrópusambandið. Þetta fínn félagskapur, eða ekki? Heldur þetta sé liður í aukinni hervæðingu Evrópu að fá Úrsúlu hingað? Auðvitað er það og hér komin daginn kjarnorkuknúinn kafbátur og Þorgerður Katrín var mætt eins og hann í heitum mannarskítinir á bryggju til að taka í spaðan á því liði sem þar var. Ég meina, fólk sem hefur ekkert vit á hernaði eða eitt eða neitt, það bara hefur svona svo flaðrandi rakkar sem að býta sig í buxnaskálmar svona einhverjum fögnuði. Og svo þegar það sjá Trump eða einhverja svona ámáta geðslega menn að þá fara þeir að tala um hvað þeir séu sjarmerandi og stórkostlegir og það sé nú ákveðin útgeislun af þeim og ég veit ekki hvað var það. Það segir meir en mörg orð. Eitthvað myndi segja að það væri kannski gott að fá hana hingað til þess að viðra við hann ákveði sjónamið. Heldurðu að svo verði þær eftir að koma okkar sjónamiðum hérðan af Austurvelli á framfæri við hana eða? Nei, það verður engu sjónamiðum komið á framfæri við hana. Hún verður dregin á Þingvöll, Ríkissjónvarpið og Sýn eða hvað sem er nú lifandi að þessum fjölmiðlum, þeir eldan að þangað og það verður allt halleluja og hún mun tala um að það verði Þingvelli séu vagga lýðræðisins og Ísland séu jafnréttisparadís og bla 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 og svo munur þessar kettlingar sem stjórna landinu skæla sig framan í hana tómum fögnuði við því öllu saman. Það er alltaf venjulegt fólk að fá sem sagt ofan í kók og upp úr af þessum ógeði og ég meina meðan hún er að koma hér þá er verið að drepa börn sem er að bíða eftir vatni eða brauði í biðröðum og Ísrael segir það sé bara tæknileg mistök og þá svo er bara haldið áfram í lífið á 10 börn drepin eða tæknileg mistök svo verður einhver fleiri börn drepin á morgun og hinn einhver verður drepin þegar Ursula Leyen verður hérna alveg örugglega það mun ekki breyta neina. Já bara með að við stöndum hér það talaði 27 börn og klukkustund. Já nú er að drepa ykkur þetta er alveg rosalega flott og ég skil ekki af hverju fólk er ekki ég meina ég á börn og barnabörn ég meina hvað viljum við fá þennan dóm okkur þegar við eldumst að við höfum ekki sagt neitt og ekki gert neitt viljum við fá sem sagt þegar þau fara að fletta blöðum eða spurjast fyrir í framtíðinni hvernig var afi með þessu eða var afi mótið þessu eða skilur við þegar náttúrulega sagan þegar mun koma að því ef heimurinn lifir þegar mun koma að því að þetta verði gert upp og menn fara að tala um það já, Vestur-Evrópu og Bandaríkin það stóð allir hjá í þessu þjóðarmorði þetta er alveg skilvilegt, við skiljum ekki því hvernig þetta gerst og bla 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 alveg sama á með nasistana alveg nákvæmlega eins, nú er allir voðalega hiss á því menn voru restin af síðustu öld voðalega hiss á því öllu hvernig það gætt gerst. Svo við sjáum það núna, hvernig það gætt gerst. Við gátum við sjáum það nákvæmlega núna. Nákvæmlega. Og mannslífið virðast vera einskis virði. Takk hérlega fyrir þetta. Ok, takk fyrir. Kannski byrja á að fá full nöfn. Kolbrún Adira Árnadóttir, Silja Glömmi. Hvers vegna eru þið hérna á Austurvelli í dag? Mótmæla komu Úrsúlu hingað, hún er bara ekkert að gera hérna. Þetta er stiðið þjóðmorð og bara algjör ekki okkar landi. Viljum ekkert að ríkisstjórnin sé að styðja við þetta fólk. Einhver myndi segja að það væri gott að fá hana hingað upp á að koma ákveðnum sjónarmiðum á framfæri. Eru þið ósammála því? Ég er algjörlega ósammála. Ég er ósammála því. Kjánalega kurteisi sem svo. Hún hefur bara ekkert fyrir. Hún getur alveg komið skoðun sínum framfæri öðruvísi heldur en að koma hingað En nú liggur ekki alveg fyrir hvers vegna Ursula von der Leyen er á leiðinni hingað en einhver svona hvíslaði að mér að geti tengst svona ákveðinni herrvæðingu í Evrópu. Haldi hún sé hérna til þess að bara stofna íslenskan her?
Aldrei að vita. Við fáum ekkert að heyra allan sannleikann. Það er að gera alls konar vinnu þar undir borði og það er bara hræðir okkur. Það er líka bara hræðilegt, maður fær aldrei að vita hvað er í gangi. Það er einhvern veginn, það er ekki 300-400 hermenn hérna á landinu daginn. Þetta sé orðið 1000? Já, það er það verið. Þeir ganga lausir, hún gengur laus, þetta er bara þjóðmorðingjar sem ganga lausir út allt og það er bara algjörst. Já, þetta voru raddir mótmælenda á Austurvelli frá því í dag og þetta eru lokin á Rauðaborðinu í kvöld á þessu fréttatíma samstöðurinnar sem að byrjaði hérna klukkan 7. Við byrjum fréttir klukkan 7 á meðan að fótboltinn rúlar á Ríkisútvarpinu. Ég vil þakka Sigurjóni Magnúsi og Maríu Lilju fyrir að segja fréttir hérna með mér og taka viðtöl og Maríu Péturs fyrir að taka upp og senda út, en ykkur vil ég þakka mest sem hafið hlustað og hort minni á eins og ég hef stundu gert að það verður þið sem að byggðu upp dreifikerfið í samstöðuna bara með því að segja vinum á vandaminu frá efni sem þið sáuð hér og heyrðuð og ykkur líkaði, þið þurfið ekkert að segja frá öðru. Þannig hefur dreifikerfið samstöðuna byggst upp á góðri afspurn. Þið getið bent á að það með finna efni okkar á Facebook, á YouTube, á síðum samstöðunar, við erum öllum hlaðvarpsveitum, við erum líka í útvarpinu á 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu, það næst alla leið upp að sunnanverðu Snæfellsnesi, langt upp í Borgarfjörðu, upp að litlu kaffistofu sem að því miður er búin að loka út á Reykjanestá. Þar fyrir utan má sækja útasendingar samstöðurinnar á spilaran, það er spilarinn.is á netinu, svo er spilarinn líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útastöðar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpi til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, þar eru númer 5 á fjarstýringunni, kannski ég veit ekki, önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga í vikunnar, allan ársins hring, umræða og fréttir við Rauðaborðið og í öðru þáttum samstöðurinnar. Við erum í smá átaki að safna áskrifundum að því að við erum með svona tilraunaverkefni hérna sem er að segja fréttir. Vonandi fáum við afl til þess að halda því áfram í vetur. Við vorum að segja fréttir hér 4 daga í síðustu viku frá mánudegi til 5. sem er svona okkar plan á meðan að fótboltinn rúllar á RÚV. En strax á föstudaginn hafði fólk samband um mig og spurði hvar eru fréttir samstöðunnar og líka á laugardaginn og á sunnudaginn. Þannig að við finnum að það er eftirspurn eftir fréttur samstöðunar að verði alla daga vikunar og kannski tekst okkur það, en til þess að geta það þá þurfum við að fá aukið afl og það afl sem við höfum fengið hingað á samstöðinni er fyrst og fremst frá áskrifundum. Ef að þú ert kannski löngu búin að ákveða að taka þátt í því að byggja upp samstöðina með því að gerast áskrifandi en ekki láti verða að því enn, hvetið þið til þess að kýla á það eins og sagt er. Þú getur farið inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástandur áskrift, það getur skráðið fyrir 2.750 krónum sem er grunnáskriftin, þú mátt borga meira og þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það er einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En þetta er nóg í bili, hér á eftir fylgja áhugaverðar endursýningar á eldra efni frá okkur en við mætum svo aftur hér annað kvöld klukkan 7 með ferskan frétta bakka samstöðunar. Takk fyrir í bili.